ætla að bjóða Hilmari og Hörpu að koma hér. Öll velkomin. Gerðu svo vel, Harpa. Komið öll sæl og blessuð. Virðulegir ráðherra. Gaman að sjá ykkur og finna fyrir ykkur kannski í raunheimum og ekki. Í dag þétt dagskrá, voru farið yfir víðan völl. Margrét Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður, ætlar að vera fundarstjóri. Og ég ætla nú ekkert að bíða hlutan, ég ætla að bjóða Hilmari líka að sýna sig aðeins, að það mun ekki sjást í okkar eftir. Gjörðu svo vel, Hilmar. Já, takk fyrir og góðan daginn, háttvirtur ráðherra og aðrir góðir fundargestir. Náttúruminjasafnið í miðjum klíðum með sína innri stefnu og verður tilbúin innan skamms og tekur við stefnan á landsvísu. En ég ætla að nota tækifærið á þessum fína fundi og spjalla málefni líðandi stundar og tengst þess við náttúrufræði og náttúrufræðisöfn og það eru veirumálin. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega fyrir og verið öll hjartalega velkomin á fundinn og ég vil sérstaklega bjóða ykkur velkomin sem eru á skjánum og eins ykkur sem eru í húsinu og sérstaklega vil bjóða okkar ráðherra Lilju Dögg Alfreðsdóttur velkomna hingað til okkar í salinn. Það náttúrulega merkilegt að vera hérna samankomin á hringborði sem að teygja sig allt land með hjálp Teams og ótrúlega mikils virði að geta hist með þessum hætti og greint frá svona okkar aðstæðum og tekið þátt með virkum hætti í þeirri umræðu sem við ætlum að reyna að efna til hér í dag á vorfundinum. Efni fundarins fjallað samræmda safnastefnu. Mig langar sem fundarstjóri að fara aðeins yfir það hvað við förum yfir þó þið séu nú með þetta í dagskránni hjá okkur. Samræmda safnastefnu og það auðvitað gríðarlega mikið sem hefur áunnist í tengslu við stefnumótun og það að greina okkar fagsvið og sem betur fyrir hefur nú tíminn nýst ágætlega á þessum síðustu tímum kórónuveirunar til þess að einmitt að líta svolítið inn á við og fara yfir grundvallaratriði. Ég líka gleðst alveg sérstaklega við því hversu vel gengur að bara stilla saman strengi almennt. Hér erum við að halda enn einu sinni sameiginlegan vorfund að hausti. Höfum safnað að þriggja og þar lendi að kalla ykkur öll að hringborðinu sama á hvaða safni þið vinnið og það auðvitað skiptir verulega máli að við getum náð að stilla svona samanstrengi. Og þá munum við líka á dagskránni fara yfir framtíðarsýn og þarfagreiningu í tengslu við SARK 3 sem okkar náttúrulega grundvallartæki og hefur náttúrulega nýst mjög vel á þessum tímum. Þá mun Harpa fara yfir safnastefnu Listasafnsins og verður spennandi þar á undan að heyra í Þóru Björk og Jóhönnu Símonardóttur sem fara yfir þessi samræmdu safnastefnu sem þetta líka mikilvægur áfangi við sem ná því að stilla saman strengi varðandi stefnumótunina og þá munum við að sjálfsögðu beina sjónum að áhrifum kórónuveirunnar á safnastarf á Íslandi. Og þá mun Inga Lára Baldvinsdóttir og Ágúst Georgsson, sérfræðingar og sviðsstjóri Inga Lára fjalla verkefni þar sem við höfum sérstaklega verið að beina sjónum að lífinu á tímum kórónuveirunnar. Bæði með samtíma ljósmyndun og eins söfnun upplýsinga með þjóðarsafninu. Þá mun Hilma Malmqvist fjalla náttúru kórónuveirunnar og veiruna í sýningarhaldi fyrir hönd Náttúruminjasafnsins. Og þar á eftir munum við efna til umræðu og vonumst til þess að sem allra flestir taki til máls. Við hófum árið með svona mjög bjartsýnum hætti, bæði hér í Þjóðminjasafninu og öðrum söfnum og ef við tala fyrir hönd okkar sem hér eru þá var hvetjandi og vil ég takka kærlega fyrir allar góða kveðri í tengslu við safnaverðlaun sem að Þjóðminjasafninu bárust á þessu ári og var mjög hvetjandi eftir mikið átaksverkefni við að reyna að stefna því að setja ný viðmið í tengslu við varðveislu og rannsóknir og aðstöðu bæði fyrir okkur og eins málaflokkinn allan og af því tilefni þá endum við til átaksverkefnis samferða í söfnin þar sem við hvöttum landsmenn til þess að heimsækja söfnin allt land. Því að við erum náttúrulega sameiginlega að standa vörð um menningararfinn og stuðla að menntun fyrir landsmenn og auðvitað taka mjög virkan þátt í því sem snýr að ferðaþjónustu. Og það var verulega ánægjulegt að ferðast landið með þessi plakat og að fá tækifæri til að hitta ykkur öll og heyri ykkur hljóðið. Og auðvitað heyrði maður að það var þungt hljóð í mörgum vegna áhrifa kórónuveirunar en eins fann maður líka bjartsýnis tón í tengslu við átakið ferð innanlands og þau jákvæðu áhrif sem mörg söfn fundu, en það auðvitað margt sem við eigum eftir að ræða nánar. En söfnin á landsbyggðinni hafa verið mikilvægur áfangastaður landsmanna í allt sumar. Þó að það þess að kannski ekki eins gætt hér á höfuðborgarsvæðinu enda var það markmið að ferðast í mestu landið í sumar.
Nú erum við aftur komin á þann stað að það lögð áhersla 1 metra fjarlægð og hámarksfjölda 200 manns á sama stað sem hefur auðvitað mikil áhrif á starfsemi safnanna sem eru þó að Toyota hafi nú stólið þessu öruggur staður til að vera á. Þetta eru víð og góð húsakynni og mikil áhersla lögð á hreinlæti og öryggi gesta okkar. Þannig að við munum núna leggja í það að hvetja landsmenn og gesti hér á höfuðborgarsvæðinu til þess að heimsækja söfnin í vetur með að teknu tilliti þeirra öryggisráðstafana sem söfnin gera. Og eins munum við náttúrulega leggja áherslu á það að miðla til fólks á netinu. En þar sem þetta eru fjölsóttir áfangastaðir og hafa verið gegnum árið, þá finnum við verulega fyrir því að ferðamenn hafa fækkað svona með öllum þessum takmörkunum. Og ég get nefnt sem dæmi og hefur rætt líka við Guðbrand Benediktsson hjá Borgarsögusafni sem annað stórt safn, að við erum að standa undir hátt í 20% af öllum heildarekstrar kostnaði hjá safninu með tekjum af gestum ferðamanna, sem þýðir að það má segja að 15 hvert ára þá stöndum við alfarið undir rekstri safnsins með sértekjum þess. Þannig að við finnum mjög fyrir því þegar 80% okkar gesta eru erlendi ferðamenn, hvað þetta hefur mikil áhrif á þær tekjur sem að standa undir fasta kostnaði stofnunarinnar. En svo þarf að gera söfnin náttúrulega í framlínu, þannig að við erum undir tengslum við fjölda fólks og þurfum að gæta þessina mjög að öryggisráðstöfunum. Mér langar rétt áður að ég geri ráð fyrir orðið að vekja máls á því sem þeim skilaboð sem borist frá Efnahags- og framfarastofnun OECD sem hefur bent á að áhrif COVID-19 heimsfaraldursins gæti mest auðvitað eins og við þekkjum hér á sviði ferðaþjónustu, menningarmála og skapandi greina. Og það hefur einmitt verið rætt á gagnlegum fundum í mennta- og menningarmálaráðherra og öllum forsvarsmönnum þessara geira. Þá hefur alþjóðaráð safna ICOM jafnframt vakið athygli á þessu og staðið fyrir hvetjandi umræðu og hefur nýlega vakið athygli á mikilvægi safna og menningararfs í þágu byggða landa. Á síðustu áratugum hefur starfsemi safna á Íslandi tekið miklum breytingum, rétt eins og samfélagið sjálft og gegna söfn mikilvæga hlutverki á sviði menntunar, menningar og ferðaþjónustu. Og það gleymist stundum hversu virkir þáttakendur söfnin eru í ferðaþjónustu. En það gaman að geta þess og svona endurtekur sagan sig að það var fyrir hvatningu Þjóðminjasafnsins sem að byggðasöfnum allt land voru stofnuð einmitt til þess með það að markmiða að efla menntun og varðveita menningararfinn en ekki síður að treysta búsetu allt land og varðveita einkenni hvers samfélags þegar það var að breytast sem hraðast á tímum iðnvæðingarinnar og aftur eru við að fara í gegnum mikla breytingar. Þannig að saga safnanna er þannig samofin mannleg á Íslandi og í samræmi við tilurð safna á sínum tíma hafa OECD og ICOM einmitt á grunni heimsmarkmiðanna vakið athygli á mikilvægi safna í því skyni að treysta byggðir og efla mannlíf og vera hvetjandi á þessum tímum kórónuveirunar. Því það skiptir ekki síður máli að vera hvetjandi og finna leiðir til þess að efla mannlíf og efla samfélagsþróun á þessum tímum og grípa þau tækifæri sem að gefast í aðstæðunum til þess að finna nýja leiðir og leggja áherslu á það sem snýr að nýsköpun. Þetta hafði Hans Rosling, einn af mínum uppáhaldsfræðimönnum heitinn, lagt miklar og ríka áherslu á í tengslu við mikilvægi safna og hagrænt gildi þeirra í hverju samfélagi. Þannig ég hlakka virkilega til að hlusta á umræðurnar í dag, býð ykkur aftur hjartanlega velkomin og vil með þessum orðum bjóða mennta- og menningarmálaráðherra Lilju Dögg að gjöra svo vel. Takk fyrir. Þjóðminjavörður, safnstjóri Náttúruminjasafnsins og safnstjóri Listasafns Íslands og aðrir góði gestir. Gaman að vera með ykkur í dag á þessum sögulegu tímum. Svo ég nefni það að því að við erum hér öll sem erum í þessum safnageira og það má svo sannarlega segja að þetta ár hafi verið afar viðburðaríkt og krefjandi. En þrátt fyrir það hefur margt jákvætt átt sér stað. Við vinnum áfram að því að styrkja innviði, við erum að móta okkur metnaðarfullar stefnu til framtíðar og við erum svo heppin að búa að þeim auði sem felst í fagfólkinu og söfnum landsins. Hinn 5. desember síðastliðinn var formlega vígð ný varðveislu- og rannsóknarmiðstöð Þjóðminjasafns Íslands við Tjarnarvelli 11 í Hafnarfirði. Miðstöðin er mikilvæg viðbót við starfsemi Þjóðminjasafnsins til framtíðar þar sem safnkostur er geymdur við bestu mögulegu aðstæður.
Markverð breyting varð á högum Náttúruminjasafnsins seint á árinu 2018 þegar safnið opnaði sína fyrstu sjálfstöðu sýningu Vatnið í náttúru Íslands í Perlunni. Sú sýning hefur slegið í gegn og unnið til virtra alþjóðlegra verðlauna. Nú svo komið að ríkur vilji að koma á Náttúruminjasafni Íslands loksins undir þak til frambúðar. Starfshópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins hefur nýlega skilað spennandi tillögum varða framtíðar höfuðstöðvar safnsins og eru þær hugmyndir nú til mjög alvarlegra skoðunar og við erum mjög spennt í raun og veru að taka næstu skref hvað það varðar. Ég hef nú nefnt það að mér finnst viðeigandi að slíkt safn myndi heita Náttúruvísindasafn Íslands og ég nefni það komi því að hér. En það löngu tímabært að það verði til heimilisfang fyrir náttúru Íslands og það sé sérstakt safn fyrir Náttúruminjasafn eða Náttúruvísindasafn Íslands. Og ég vil þakka öllum þeim sem hafa komið að þeirri vinnu því þið eru hér mörg inni í salnum og þarna úti. Þetta virkilega vel gert. Næst langar mig að nefna að þessar mundir stendur yfir vinna við framtíðarsýn og hugmyndir húsnæði Listasafns Íslands. Til marks hugvit og útsjónarsemi safnsins var sett á laggirnar sýningin Fjársjóður þjóðar fyrir opnum tjöldum, þar sem gestum safnsins býðst að sjá tímabundna starfsstöð starfsfólks í sýningarsal. Með þessum hætti starfsemi safnsins sem vanalega fyrir luktum dyrum opnuð almenningi. Ýmis stefnumótun á sviði safna starf stendur yfir eins og dagskrá þessa fundar gefur svo sannarlega til kynna. Stefnumótun sem þessi ýtir undir og beinir starfsemi og samtali á markvissa braut. Samræmdar safnastefnur vanda vinnubrögð og efla faglegt starf. Þessi þættir hafi í för með sér betri þjónustu við safngesti og almenning. Góðu gestir, nú jafnframt verið að leggja loka hönd á nýja heildarstefnu og langtíma áætlun menningararf þjóðarinnar. Rammastefnu Ætli ég sé að eitthvað og honum ætlað að rammastefnu þessar ætlað að stilla saman strengi stjórnvalda, höfuðstofna og annarra stofnana í þeirri viðleitni að stuðla að verndun íslensks menningararfs og tryggja að honum verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. Góðu gestir, eins og þjóðminjavörður fór inn á að þá alveg ljóst að kórónufaraldurinn hefur mikil áhrif á safnastarf eins og aðra menningarstarfsemi. Til að bregðast við tímabundinni lokun safna tóku þau sig til og birtu starfsemi sína undir myllumerkinu Safnið í sófann. Með samtaka mætti kynntu þau safnakost og sýningar, sýndu myndbönd af starfsemi og umræður í streymi. Ætla má að faraldurinn hafi hnikað samfélaginu í heild sinni í átt að bættu aðgengi að menningu og listum í gegnum starfræna tækni. Og eins og fram kom hér í máli þjóðminjavarðar, þá byrjaði árið auðvitað mjög vel með viðurkenningu á þjóðminjasafninu sem eitt af bestu söfnum í Evrópu og ég var ein af þeim sem sendi á þjóðminjavörð innilegar hamingjuóskir vegna þess að eitt af því sem ég finnst algjörlega ómissandi bæði á ferðalögum hér innanlands og erlendis að það að heimsækja söfn og það fyrir þjóðina að við séum með svona framsýnt og öflugt fólk eins og þið eruð skiptir öllu varðandi það bara hvernig við birtumst þeim sem koma og heimsækja landið og líka finnst mér og ég held ég hafi hvatt okkur öll til þess í mars þegar við vorum að fyrst að átta okkur á þessari áskorun sem við stóðum frammi fyrir að nýta hana líka til þess að kynna fyrir Íslendingum þessi ofboðslega metnaðarfullu söfn og líka hvað þau eru fjölbreytt. Þannig að ég svona hvet okkur öll áfram að þrátt fyrir að við séum aftur núna eftir gærdaginn og í dag í ákveðinni brekku að halda áfram
Við þurfum að hvetja hvort annað áfram. Við vitum ekki í hversu langan tíma þetta varir, en ég er sannfærður að við séum í því landi sem er einna best til þess fallið að kljást við svona heimsfaraldur. Þannig að við bara höldum áfram ótrauð og megi fundurinn í dag stuðla að frekari samtali og samvinnu í safnaheimum sem er samfélaginu sannarlega til bóta. Kærar þakkir. Ég vil þakka mennta- og menningarmálaráðherra kærlega fyrir þessa frábæru ræðu og þið sjáu það mjög margt spennandi að gerast. Spennandi áfangar að nást í tengslu við uppbyggingu í safnastarfi hjá öllum höfuðsöfnunum sem skiptir svo miklu máli fyrir okkur öll. Að við séum svolítið svona hönd í hönd að leiða þetta áfram og taka höndum saman söfnin á landinu. Eins og hvort sem það eru listasöfn, náttúruminjasöfn, náttúruvísindasöfn eða menningarminjasöfn. Þannig að ég hlakka til framhaldsins og hlakka líka til þess að heyra hvernig við tökum saman á þessa áskorun, þessa bröttu brekku sem að blasi við okkur, en við nýtum á sem áskorun. En ég vil ætrykka það sem fundarstjóri að passa að allir séu með mute-takkan á, þar að segja að slökkvi á hljóðinu, þannig að það trufli ekki og þið kveikið þá bara ef þið takið til máls síðan undir umræðum og eftir. En þá langar við til þess að biðja Þóru Björk og Jóhönnu Símonardóttur að koma hér upp og greina frá vinnu í tengslu við stefnumótun, samræmda safnastefnu, höfuðsafna og safnaráðs. Gerið svo vel. Takk fyrir. Já, góðan daginn. Gaman að vera með ykkur hér á þessum skemmtilega formi á þessu áhugaverðu tímum. Ég heiti Þóra Björk Ólafsdóttir og er framkvæmdastjóri Safnaráðs. Við Jóhanna Símonardóttir hjá Sjá ráðgjöf ætlum að segja nokkur orð stefnumörkun Safnaráðs safnastarf. Er komin... Já, og það ætla að ná hérna í glærur. Ég greinilega ekki alveg nógu fær hérna með tæknina, afsakið. Hérna. Já, nú þetta komið. Akkurat. Eitt af megin hlutverkum Safnaráðs samkvæmt safnalögum nr. 141/2011 er stefnumörkun safnastarf sem skal unnin í samstarfi höfuðsöfnin. Þetta hlutverk kom fyrst inn í safnalögin sem tóku gildi 2013 og eiga að efla og bæta faglegt safnastarf og segir meðal annars í greinargerð með frumvarpinu að úthlutun styrkja úr sjóðnum skuli vera í samræmi við stefnumótun þess safnastarf. Undirbúningsvinna við stefnumörkunina og stefnumörkun Safnaráðs og höfuðsafnanna var einnig unnið á árunum 2013-15 og vinna nú horfir að sjálfsögðu til þeirrar góðu vinnu. Þegar kemur svona verkefni er lítið til margra átta. Hinna 5 grunnþátta safnastarfs horft út fyrir landsteinana og tekin eru mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna svo fátt eitt er nefnt. Margar stofnanir og ráðuneyti eru nú og hafa verið í stefnumótun á sínum sérsviðum og vinna okkar byggir einnig á þeirri þekkingu og aðferðum sem þar er beitt. Að þessari stefnu hefur nú verið unnið síðasta árið og sér fyrir endan á þeirri vinnu en Jóhanna mun segja betur frá því núna á eftir. Við getum nú sagt að sjaldan verður góð vísa of oft kveðin en hún Lilja ráðherra, hún talaði aðra stefnur sem eru núna í vinnslu og fyrst má nefna það menningarstefnu stjórnvalda en margar af þessum stefnum sem eru núna í vinnslu varða okkar fagsvið og ef við segjum aðeins að henni þá er það stefna sem var síðast gefin úr 2013 af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Nú er sú stefna í endurskoðun og er gert ráð fyrir því að hún komi út á næsta ári ef ég hef rétt fyrir mér. Og sú stefna á að vera nokkurs konar leiðileg stjórnvalda í málefnum lista- og menningararfs.
Við sjáum fyrir okkur að menningarstefnan taki mið af þeim stefnum sem ég minnist á hér. Svo einnig verið að vinna heildarstefnum verndun og varðveislu menningararfs. Minjastofnun hefur samkvæmt lögum ábyrgð að unnið sig að heildarstefnu það í samráði við höfuðsöfn og önnur helstu söfn og stofnanir sem vinna að varðveislu menningarminja. Þáttakendur í stýruhópnum eru náttúrulega Minjastofnun og fulltrúar höfuðsafna, Árnastofnun, Þjóðskjalasafn, Landsbókasafn, Kvikmyndasafn Íslands, Safnaráð ásamt mennta- og menningarmálaráðuneyti. Við getum sagt að hér næst í röðinni komi stefnumörkun safnaráðs safnastarf sem byggir svo á safnastefnum höfuðsafnanna, auk þess sem safnastefnur byggja á stefnumörkum safnaráðs. Þarna má sjá fyrir sér einhvers konar flæði. Safnastefnur höfuðsafnanna. Í safnalögum segir að höfuðsöfn séu öðrum söfnum til ráðgjafar og skulu stuðla að samvinnu safna og samræmdri safnastefnu hvert á sínu sviði. Eitt höfuðsafn, Þjóðminjasafn Íslands, hefur gefið út safnastefnu í þrígang og svo síðasta frá árinu 2017 og hvet ég ykkur að kynna ykkur það fína plagg. Listasafn Íslands líka að vinna sinni stefnu og mun Harpa segja okkur frá þeirri vinnu nú og eftir. Og eins og hann Hilmar tók fram áðan þá Náttúruminjasafn Íslands að vinna innri stefnu safnsins og svo vinna á lokametrunum og á þeim grunni verður þá unnið að ytri stefnu safnsins. Samkvæmt heimildum verður farið þá vinnu á næsta ári, er það ekki rétt? Akkurat. En nú ætlar Jóhanna að taka við og segja frá ferlinu við vinnuna, við stefnumótuna. Gjörstu vel, Jóhanna. Takk fyrir, komið sæl. Já, ég ætla aðeins að segja ykkur frá framkvæmdinni í þessari stefnumörkun safnastarf sem við höfum verið að vinna með safnaráði og höfuðsöfnunum undanfarið ár, að verða komið ár. Nú, það var settur saman stýrihópur verkefnið og í því eru fulltrúar safnaráðs ásamt höfuðsafnanna og þessi hópur svona rammaði verkefnið inn, lagði línurnar hvernig skyldi farið að og svo framvegis, rýndi fyrir gögn og skoðaði ýmislegt sem hefur verið gert annars staðar. Í framhaldinu var ákveðið að fara í mjög ítarlegt samráð og það voru haldnir 12 rýnifundir á tímabilinu janúar fram í júní á þessu ári með yfir 50 manns, sem yfir 50 manns tóku þátt í. Það var fulltrúar frá þessum aðilum sem taldir eru hér upp, fyrir utan, það var fulltrúar frá safnaráði, safnstjórar viðurkenndu safnanna, þeim var öllum boðið að taka þátt og ánægilegt að segja frá því að langflestir höfðu tök á því. Þetta voru bæði staðfundir og fjarfundir og afar gagnlegir fundir, margt gott sem kom fram og fulltrúar frá félagunum FÍSOS og ICOM kom einn að þessu og fleiri sem vinna í þessum málaflokki. Rýnifundirnir voru þannig fram að það var farið í vinnufundir þar sem það var farið í að ræða stöðun í dag, þróun, framtíðarsýn og hvernig aðilar sáu fyrir sér að stefnumörkun af þessu tagi gæti nýst í þeirra starfi og verið árangursríkt. Það var farið í SWOT-greiningu og margt, eins og ég segi, mjög gagnlegt sem kom fram, fróðlegt og fá þessi sjónarmið þeirra sem að tóku þátt. Og þessi vinna, þessi undirbúningur nýttist í næsta skref sem er netkönnun sem í gangi núna og þið eigið að hafa fengið sendan póst frá mér og Þóru í byrjun þessara viku. Það myndi að nota tækifærið og hvetja ykkur til þess að svara könnuninni, en hún byggir á því sem að framkoma á þessum fundum og þessum að við erum svona að reyna að leggja línuna betur og ramma þetta betur inn og fá innlegg frá fleiri aðilum. Könnunin er send til fleiri aðila en tóku þátt í fundunum. Þannig að við sendum könnun á safnstjóra og biðjum þá að senda á sína starfsmenn og eins var sendt á ICOM og FÍSOS og þeir beðnir og þeir munu og hafa samþykkt að senda á sína félagsmenn. Sveitarfélögin, bæði menningarfulltrúa og fræðslufulltrúa á skólastjórnendur, aðila sem koma að menningarstjórnsýslu og ferðaþjónustu.
Þannig að við reiknum með að fá svona góða sýn á ólík sjónarhorn hvað þetta varðar. Endilega mun að svara. Könnunin verður opin núna eitthvað áfram, við sjáum svolítið hvernig það gengur að fá svörun, en hún verður opin allavega 10 daga til 2 vikur. Nú hvað gerist svo í framhaldinu, þá verða niðurstöðurnar úr þessari vinnu sem undan er gengið, bæði rýnifundum og letkönnun, það verður dregið saman og þetta betur rammað inn og úr verður plagg, stefnan, samlandssafnastefna og í framhaldinu stendur til að leggja þetta fyrir safnaráð til samþykktar. Við reiknum með að það geti gerst núna bara í nóvember og í framhaldinu samþykkir á þeirra. Planið er að gefa stefnun út á vef og kynna hana vel þegar það er komið, en eins og ég sagði áðan, þá er planið að það var það tímaramma að klára þetta núna á næstu vikum. Takk fyrir. Við þakka Þóru Björk og Jóhanni fyrir þeirra greinargóðu erindi. Þá mun Sveinbjörg Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarfélags SARPs, taka þetta máls og fjalla SARP og mótun framtíðarsýnar og þarfagreiningar SARP 3. Gjörðu svo vel. Hvar ertu með gögnin, vistu? Já, kom það. Næst. Þetta er bara. Forstöðumenn höfuðsafna og annað safnafólk. Ég heiti Sveinbjörg Sveinsdóttir og ég er framkvæmdastjóri rekstrarfélags SARPs og landskerfisbókasafna, og eins og flest ykkar vitið að þá sér landskerfið rekstur á rekstrarfélaginu og þar með talið SARPi. Og ég vil nú bara byrja á að þakka ykkur fyrir að bjóða mér að koma á þennan fund og segja ykkur frá því sem er á döfinni varðandi þetta mikilvæga vinnutæki okkar sem SARPurinn er. Við hjá rekstrarfélaginu höfum auðvitað rætt þetta mál lengi og við erum full tilhlökkunar að hefja að standa við þetta verkefni og það er mér sannur heiður að fá að kynna það fyrir ykkur. Nú ég ætla örstutt að segja ykkur frá tilurð verkefnisins og svo bara horfum við fram á veginn. Árið 2018 þá vann fulltrúaráð rekstrarfélagsins stefnu fyrir SARP og tilgangurinn var sá að hún yrði leiðarvísir fyrir félagið varðandi framtíðina. Og eins og sjáið kemur þarna meðal annars fram að SARPur auðvitað þarf að halda áfram að þróast og uppfylla þarfir og væntingar þeirra sem eru að nota kerfið. Nú næsta árið 2019, þá var ákveðið að kynna sér hvaða kerfi sambærileg SARPi væri í notkun í löndunum í kringum okkur. Tilgangurinn var ju bara aðeins að víkka sjóndeildarhringinn því að heimst er heimaalið barn eins og sagt er. Og úrvarð að Cecilie Gæheðu sem þá sinnti tímabundið störfum fagstjóra SARPs og hefur dönsku sem móðumál. Hún fór í heimsótt í Danmerkur og kynnti sér SARA-kerfið og líka Primus-kerfið sem er í notkun í Noregi. Nú hún fundaði með kerfisframleiðandunum, annars vegar Kultur IT í Noregi og hins vegar Axiel í Danmörku, en hún sótti líka heim SÖP sem er að nota þessi kerfi og fékk reynslusögur og það var ekki síður áhugavert. Í framhaldi þessu þá fengum við ábendingum að kynna okkur TMS Collections sem við gerðum. Það var ekki farið í heimsóknir, þetta var svona bara könnun á netinu í rauninni. Og síðast en ekki síst þá héldum við fjarfund með Collections Trust UK og það er aðili sem hefur umsjón með spektrumstaðlinum sem ég ætla aðeins að fjalla hér á eftir. Spektrumstaðallinn er eins konar leiðarvísir fyrir safnastarf og hann samanstendur af 21 ferli sem nær til alls safnastarfsins.
og í Bretlandi gerð krafa að viðurkennd söfn fylgi að minnsta kosti 9 af þessum verkferlum og þar með litið á þá verkferla sem eins konar lágmarkskröfur. Og þið sjáið mynd á skjánum, ég stæl náttúrulega af heimasíðu Collections Trust og þar sjáum við að þessir 9 meginferlar eru efst og einn af þeim fjallar skráningu. Og það jú viðfangsefni sem okkur öllum mjög kært og hefur verið ítrekað til umfjöllunar bæði á vettvangi rekstrarfélagsins, safnanna og náttúrulega safnaráðs á undanförnum mánuðum. Nú söfnið þau ráða sjálf hvernig útfæra hvern einstakann feril en þeir þurfa að vera til staðar í safnastarfinu þessi ferlar. Og ég viðurkenni að mín þekking á staðlinum mjög yfirborðskennd en ég sé þetta fyrir mér eins og hvert annar gæðakerfi þar sem að vinnulag staðfest, skjalfest. Ef við sjáum fyrir okkur að við viljum fá nýtt skráningarkerfi sem var hægt að tengja við sem flestar hliðar safnastarfsins, þá held ég mjög áhugavert að skoða spektrum betur. Áhugavert líka að Collections Trust úttektaraðili kerfa og í því samhengi áhugavert að halda til haga að bæði Sarus, Sara og Primus kerfin spektrum vottuð kerfi. Þannig að það svona ákveðin gæðastimpil kannski fyrir kerfin. Nú niðurstöður þessara heimsókna til Danmerkur og Noregs og upplýsingaöflunar voru kynntar á fundi fulltrúaráðs rekstrarfélagsins og svo voru þær til umræðu á stjórnarfundum í framhaldinu. Og það var einfaldlega ákveðið að halda áfram þessari vinnu arftaka SARPS 3 að þetta slíkt orðið algjörlega tímabært. Og stjórn var jafnframt þeirrar skoðunar að það þyrfti að skoða hvort það ætti að gera kröfu arftaki SARPS 3 verði spektrum vottaður eða að minnstakosti hafi spektrum staðalinn til hliðsjónar. Nú ég vil geta þess að skýrslurnar heimsóknirnar til Danmerkur og Noregs aðgengilegar á heimasíðu rekstrarfélagsins. Og við lítum áðan á ágætis erindi stefnumörkun safnaráðs, samræmda safnastefnu og við vorum svo heppin hjá rekstrarfélaginu að við vorum boðuð á rýnifund þar sem máli var til umræðu. Og þegar skýrslan kom út þá tókum við okkur til og drógum saman svona helstu punkta sem komu fram í skýrslunni og var það satt. Og ég veit ég geti náttúrulega ekki sett þessa glæru en það skiptir það ekki máli hér hvar það stendur nákvæmlega. En punkturinn þessi að við munum auðvitað hafa þessi atriði sem þarna komu fram að einhver leyti til hliðsjónar við þarfagreininguna sem framundan. En auðvitað kennir þarna ýmissa grasa eins og eðlilegt En þá ætla ég að halda áfram að koma loksins að þessu aðalmálefni sem verkefnið arftaka SARPS 3 sem það kerfi sem við erum að nota núna. Og markmið þess verkefni að vinna þarfagreiningu fyrir arftakakerfisins, þarfagreiningu. Og verkefninu ætlað mjög afmarkaður tími, það aðeins til 1 árs og Cecilie Geiheder sem listfræðingur á mennt og með reynslu af safnastarfi, verkefnastjórnun og auðvitað SARPi. Hún var ráðin sem verkefnastjóri verkefnisins og hún hóf störf núna í byrjun mánaðarins. Og svona bara til gamans þá gaman að geta þess að þar með rekstrarfélagið með 2 starfsmenn í vinnu, Völu Gunnarsdóttir sem fagstjóri SARPs og Cecilie, auk þess sem að starfsmenn landskerfisins leggja líka fram ákveðið vinnuframlag. Þessa dagana þá unnið að skilgreina og ramma verkefnið inn og það líka búið að útbúa fyrstu drög að verkáætlun. Samhliða hafa forstöðumenn SARPs-safna verið boðaðir á samráðsfundi í 2 hópum og fyrri fjarfundurinn í báðum hópum var haldinn í gær en svo næsti verður í næstu viku. Fundirnir voru báðir mjög vel sóttir og það tókst bara ágætlega til, myndi ég segja. Fundirnir hugarflugsfundir og markmiðið að reyna að teikna upp drög að framtíðarsýn fyrir nýtt kerfi. Og við sjáum fyrir okkur að hún verði stutt og hnitmiðuð og varði leiðina fyrir þarfagreininguna. Og þetta ekkert alveg einfalt verkefni en mikilvægt teljum við. Nú, í kjölfar þessara funda að þá verður komið á vinnuhópum með sérfræðingum safna þar sem að þarfir fyrir vinnutækið SARP verða skilgreindar. Það fyrir aðeins dýpra í verkefninu. Og þessa dagana þá hugnast okkur að hafa þetta hópa sem gangi svolítið þvert á safnastarfið, hugsað út frá meginhlutverkunum 5, miðlun, söfnun, skráning, varðveisla og rannsóknir. Og það kannski ágætis samhljómur við það sem að safnaráð var að tala hér áðan. En þetta á þetta að koma endanlega ljós og það væri bara áhugavert líka að heyra ykkar skoðun á málinu.
Við teljum mikilvægt í verkefnavinnunni að hefja sig svolítið upp fyrir SARP 3, kosti hans og galla. Það er miklu heppilegra höldum við að horfa til þess hvaða þarfir þarf nýja kerfið að uppfylla. Því að lokamarkmið jú auðvitað að þarfagreiningin muni skila okkur góðu og nútímalegu vinnutæki sem mætir þörfu mjög breiðs hópsafna svona í megindráttum. Við leggjum upp með það að vinnuhóparnir verða störfum í 8 vikur og þeir skilur hver fyrir sig lokaskýrslu vinnuna. Og nú vitum við að það hafa allir nóg að gera. En samt sem áður þá biðlum við til safnafólks að taka þátt í þessu verkefni. Við erum nefnilega ekki safn hjá rekstrarfélaginu og því ekki sérfræðingar í einstökum þörfum ykkar og þurfum því svo mikið á ykkur að halda til að aðstoða okkur við að skilgreina þessa hluti. Nú forstöðumenn hafa reynst fúsir að taka þátt í hugarflugsfundum framtíðarsýn og við erum mjög þakklát fyrir það og við vonum að þeir munu jafnframt gera völdum starfsmönnum og sínum hópi kleift að starfa í vinnuhópunum. Við teljum raunar að það sé nauðsynlegt þannig að sem bestur árangur náist. Verkefnisstjóri verkefnisins hann hefur gert tillögu að skipta verkefninu upp í 4 megin áfanga og sá fyrsti hafinn með vinnu við framtíðarsýn og svo verða vinnuhópar að störfum í þessum áfanga og það stefnt að því að honum ljúki fyrir jól þessum áfanga. Eftir áramót ætlum við að vinna úr niðurstöðunum og þá verður náttúrulega haft samráð við fleiri hagsmunaaðila heldur en í þessum fyrsta áfanga. Þá horfum við svolítið út fyrir hóp aldarsafna og leitum væntanlega líka til utanaðkomandi sérfræðinga, til dæmis varðandi tæknilega möguleika í miðlun og fleiri atriða sjálfsögum. En mjög mikilvægt verkefni í þessum öðrum áfanga að skoða hvaða leiðir eru til staða til að fjármagna kaup eða smíði á nýjum sarpi á arftaka SARP 3. Því að þessi peningar ekki til í dag. Rekstrarfélagið á peninga í þróunarsjóði sem við notum í þessa undirbúningsvinnu sem hér hafin, en það þarf að finna leiði til að fjármagna nýtt kerfi. Nú, 3. áfangi, þar verður haldið áfram að vinna úr öllum gögnum og markmiðið að í lok þess áfanga þá séum við komið með drög að þarfagreiningu. Þarna á þessari glæru þá sjáum við nánar uppleggi fyrir fyrsta áfanga og þar vil ég benda sérstaklega á að það að sjálfsögðu gert ráð fyrir að þessi vinna verði unnin í mjög nánu samstarfi við fulltrúaráð rekstrarfélagsins og það hefur það hlutverk að móta stefnu rekstrarfélagsins og við munum kynna niðurstöðurnar og fáum þær umræðu og loks höfum við komið hlutum þannig fyrir að við fáum málstofu á fjarskóla FÍSOS verkefnið. Við gerum ráð fyrir að í öðrum áfanga þá verði völdum kerfisframleiðendum boðið að standa fyrir kynningum á kerfum. Við teljum líka mjög áhugavert að fá kynning á spektrumstaðlinum í þeim tilgangi að kanna hvort hann geti hentað fyrir safnastarf hérlendis. Hann gæti þá orðið eins konar samnefnari fyrir skráningu og umsýslu í nýju kerfi. Það myndi tryggja allir gangi takt, söfn og sarpur. En þetta ekki rekstrarfélagsins að ákveða. Þannig við vörpum þess út í kosmosið, kannski til safnaráðs og til umhugsunar. Endingu þá bara ítrekuð óskir okkar góða viðtöku safna við þátttöku í verkefninu. Og það nefnilega hagur okkar allra að það takist sem allra best til með þessa þarfagreiningu. Takk fyrir. Já, ég vil þakka Sveinbjörgu kærlega fyrir þetta greinargóða erindi og tek undir hennar hvatningarorð að það því betri sem þáttakan því betur hægt að undirbyggja framhaldið, arftakan, sem eflaust eru líka arfberi forvera sinna ef ætla má. Mér langar til þess að hvetja ykkur til ef þið hafa ykkur spurningar eða slíkt þá að gera að setja inn í athugasemdir á spjallþræðinu sem fylgir og ég vil líka svara spurningu sem hefur borist að fundur tekinn upp þannig að hann verður sendur út til ykkar þannig að það hægt að fara yfir fundin aftur að honum loknum en annars ætla ég að gefa núna Hörpu Þórsdóttur safnstjóri Listasafns Íslands orðið sem ætlar að fjalla safnastefnu Listasafnsins. Gjörðu svo vel, Hörpa.
Já, komum öll sæl og blessuð aftur. Úps, hvað er eitthvað vitlaust? Það var svo fljótt. Það er bara fastur litur. Eins og komið hefur fram í erindunum á undan víða unnið að því að skerpa og bæta umhverfi íslenskra menningarstofnana og ætla ég í örstuttu máli að skýra frá vinnu samræmdra stefnumótunar listasafna sem hófst á síðasta ári og nú að ljúka. Markmið stefnunar hafa verið dregin fram, yfirheiti þess sem unnið skal að og langar mig í þessari örstuttu kynningu fyrst að varpa ljósi á vinnuna sem mörg hver ykkar hafa tekið virkan þátt í og sýna þau 7 markmið sem stefnan byggir á og ekki síst að draga fram nokkur atriði mikilvægi kannana í okkar röðum, ekki síst nú þegar að kórónuveirufaraldurinn hefur sýnt okkur í senn fallvaltleika tilverunar en einnig tækifæri sem bjóðast. Nú stefnan á lokametrunum eins og ég sagði, það er ekki ætlun að birta hana hér en smiðshöggið í sjónmáli. Stefnuplaggið verður rafrænt og stefnunni mun fylgja aðgerðaráætlun eða áhersluáætlun ásamt ítarefni og lýsingum á því sem við kallum í dag fyrirmyndaverkefni sem eru verkefni sem eru í gangi í söfnum í dag og geta endurspeglað markmið eða leiðirnar af markmiðunum og verið okkur fyrirmynd eða hugvekjandi í okkar störfum við að skapa leiðir til að ná árangri. Listasafn Íslands hefur umsjón með þessari vinnu og þetta fyrsta samræmda stefnumótun listasafna sem verður gefin út. Þjóðminjasafnið hefur unnið 3 slíkar samræmda stefnur. Gildandi stefna þeirra í dag safnastefna á sviði menningarminja sem kom út 2017 og þessi stefna minjasafna í landinu hefur verið okkur sem í stýrihópnum starfa ágætt veganesti svo fjöldi annarra gagna bæði innlendra og erlendra sem við höfum rýnt og rætt á fjölda funda. Auk mín sitja í stýrihópnum við þessa vinnu Dagný Heiðdal, varðveislu- og skráningastjóri Listasafns Íslands, Þóra Björk Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Safnaráðs og með okkur starfa Jóhanna Símonardóttir, ráðgjafi hjá Sjá EHF en Sjá leiðir verkefnið. Þátttaka viðurkenndra listasafna við vinnuna var mikilvægur hluti hennar og voru haldnir stórir rýnifundir, 4 alls, með fulltrúum listasafnana, þar sem staða listasafna í dag var rædd undir ýmsum formerkjum. Það var rætt hvert og hvernig starfsemi þeirra gæti eða ætti að þróast og þessu tengdu var framtíðarsýn listasafna sjálfsögðu stórt viðfangsefni fundana. Nú, eftir rýnifundina voru niðurstöður teknar saman og sendar þáttakendum. Það er mjög mikilvægt í mínum huga, því þessi gögn geyma raddir okkar, þar sem framkoma mikilvægar skoðanir söfnin okkar og starfsemi þeirra, metnaður okkar og ýmsir sigrar, væntingar og samanburður, áhyggjur og lausnir og umfram allt, við þessari vinnu að tala þaðan sem við stöndum úr listasöfnunum. Þaðan þessi stefna unnin og gögnin geta nýst okkur áfram, verið hráefni til nýra markmiða eða nýst sem stuðningur og leiðarljós hjá einstaka söfnum í sínu innra starfi og við gerð áhersla. Ég varpa hér upp glærum sem að sýna í rauninu eru forsíður þessara gagna sem búið að senda söfnum og verða ítarefni með stefnunni, rafrænu stefnunni þegar hún gefur út. Í desember kom svo út önnur samantekt í þessari vinnu eftir að netkönnun var send út til skilgreindra hópa og var svörun nokkuð góð. Yfir 200 manns svöruðu spurningunum og þar á meðal félagsmenn ICOM, FISOS, starfsfólk listasafna, safnafræðingar, nemendur í öðrum greinum hugvísinda, myndmenntakennarar, myndlistamenn, listfræðingar, menningarstjórnsýsla landsins, ferðaþjónustugeirinn og fleiri. Áberandi og ánægilegt var hversu vel ferðaþjónustan og myndlistamenn svöruðu könnuninni. Með tölvupósti þann 7. maí síðastliðinn voru fyrstu drög safnastefnunnar send hlutaðeigandi listasöfnum til ábendinga og athugasemda. Í því skjali mátti finna þá 7 stefnumarkandi þætti eða markmiðin sem hvað best og mest sýndu sameiginlegar áherslur, snertifletina sem stýrihópurinn var sammála
að stæða upp úr í allri þessari vinnu. Og undir hverju markmiði liggur svo frekari útfærsla þar sem skilgreindar eru leiðir að markmiðinu. Nú ég varpa hér upp dæmi markmið, hvernig við sjáum þetta, það kannski ekki endanlegu texti yfirlestur á eftir heildrænn yfirlestur á eftir að fara fram, en hér sjáum við sem sagt markmið og til hliðar með minnaletri eru kliftar inn leiðirnar, skilgreiningar á leiðir sem eru tilgreindar og markmiðin eru 7 og það sem mun bætast við til frekari glöggvunar eru dæmi fyrirmyndaverkefnin sem ég nefndi úr okkar söfnum. Og að þessu leyti stefna listasafna byggð upp með sambærilegum hætti og stefna minjasafna sem Þjóðminjasafnið gaf út. Ég vænti þess að listasöfnin finni að stefnan samhljómur, stærð safnanna og umfang starfseminnar mjög mismunandi, en ekkert okkar þarf að velkjast í vafa það að starfsemi listasafna á landinu hefur verið með miklum blóma undanfarin ár og gæði verkefna þeirra eru mikil. Listasöfnum hefur fjölgað á síðustu áratugum og þau hafa elst allt land. Starfsfólk listasafna hefur fært sig set, róterað á milli safna. Sum söfn hafa fóstrað nýútskrifaða einstaklinga sem svo hafa fært sig set, fólk sem sífellt að auka við sig kunnáttu og flytur þekkingu á milli safna. Ný tegund starfa hafa verið að líta dagsins ljós í listasöfnum og mörg listasöfn eru mjög virk í því að ráða til sín sjálfstætt starfandi fræðimenn eða sérfræðinga í ákveðinu verkefni sem eru tímabundin og getur virkað þróun og nýsköpun í okkar starfi. Þetta ágætt heilbrigðisvottorð starfsemi safna á Íslandi í dag og þetta auðvitað ekki bara við listasöfnin, heldur söfnin almennt í landinu. En starfsfólkið í listasöfnu hefur líka á síðustu 2 áratugum gengið inn í opinn faðm starfsfólks minjasafnanna og farskóli safnanna besti vitnisburður það að mínu mati og þær breytingar sem að ég tel að við getum merkt og Margrét kom aðeins inn áðan að samhugur hefur mikið aukist í okkar röðum, samstarf og leið gæði í okkar starfi. Hópurinn hefur stækkað og afl okkar vaxið til muna, því megum ekki gleyma. En betur má ef duga skal. Samræmd stefnumótun tímanna tákn og í mínum huga prófraun á samstöðu innan okkar raða. Við fáum þetta tækifæri til að tala einni röddu. Samstaðan þarf að felast í því að við í listasöfnunum notum stefnun í okkar starfi og vitnum til hennar í tíma og ótíma í okkar sameiginlegu baráttu fyrir framþróun og eflingu okkur til handa. Okkar sameiginlegu hagsmunir. Mælikvarðar á þrótt okkar og áhrif eru vissulega til staðar í ýmsum myndum. Lengi vel voru það gestatölur yfir árið sem þóttu segja mesta sögu. Í dag vitum við að gestafjöldi ekki eina mælitækið sem markar á takandi. En sumt erfiðara að mæla en annað og því ætti auðvitað sú vinna sem samræmd safnastefna felur í sér að vera mikið fagnaðarefni okkar. Í svona vinnu felst mæling á þrótt okkar og áhrif á mælikvarðar á ólíkum tímum sem vinnarýnihópa og netkannanir vitna Í sumar tók Listasafn Íslands upp nýtt merki og innleiðir þetta missirið nýja ásýnd og vegna þeirra vinnu var ákveðið að spyrja almenning á Íslandi ýmissa spurninga okkur. Farið var í vörumerkjagreiningu og fólk var spurt hversu vel almenningur þekkti merki safnsins og svo var spurt ýmissa spurningar sem okkur þótti skipta máli að fá svör við fyrir okkar vinnu. Ég hef vinsað úr svör sem ég tel að geti skipt okkur öll máli. Spurningalistin var sendur út og unnin í janúar og febrúar þessu ári rétt fyrir COVID. Heimsókn í söfn, þetta glæðra sem að ég byrja á, það eru örfáar hérna í framhaldinu og úrtakið í þessari könnun sem átti sér stað á netinu frá 30. janúar til 10. febrúar 2020 var 1580 manns handahófskennt val af öllu landinu og það eru tæplega 900 manns sem svara 18 ára og eldri. Við sjáum á þessari glæru áhugaverðar stikur og ég verð að segja
af því við þurfum að stefna að stórum markmið, að það staðreynd að það ekki að fólk sem fer aldrei eða sjaldnar í svefn yfir helmingur úr þessu úrtaki. Nú, þeir sem að fara aldrei á svefn voru 13% svarenda á þessu tæplega 900 manna úrtaki, og ef það kyngreint þá voru það þeir sem fara sjaldan, 43% svarenda voru þeir sem fara sjaldan á svefn, aldrei 43% svarenda, og af þeir sem fara aldrei karlar 15% og konur 12%. Nú, þið sjáum svo stikurnar fyrir neðan eftir þessari aldursstiku sem að okkur tamt að nota í okkar störfum, og það einmitt áhugavert að sjá þessar tölur, og að sjálfsögðu verður áhugavert að taka slíka könnun aftur, ég tala nú ekki eftir koronatíman, og sjá hvers konar skýrslu við getum stuðst við árangur. Nú, það var að sjálfsögðu spurt af hverju fórstu í Listasafni Íslands, og ég taldi þetta svona frekar almenna spurningu í ljósi þess fyrir okkur hér í dag að sýna, vegna þess að viðburðir hjá okkur og sýningahald og annað svipað í mjög mörgum söfnum, og hér sjáum við hvernig þetta hlutfall í rauninni, sýningarnar trekkja af, en það ýmislegt annað sem að fær fólk til að fara í söfnin, og vissulega vitum við eftir að koronaveirun faraldurinn hófst, að þá breyttist margt í söfnunum, og kannski eru viðburðirnir orðnir ríkari og kennir ýmissa nýjunga. Þannig að þessi stika mun kannski líta öðruvísi út. En þetta er eitthvað sem ég held að við ættum að staldra við og kanna í okkar vinnu það sem að þau tækifæri sem að við höfum í starfinu. Nú, hvað gæti Listasafn Íslands gert til að verða áhugaverðar í þínum augum? Þarna gæti söfnin svona séð bara hvernig líður landanum, ekkert sérstakt, það kannski, það kannski ekki alveg það sem að við hvetur okkur áfram, en það var áberandi, og þrátt fyrir að það var leita til stórs fyrirtæki sem að kannski hefur einhver tengslinn á auglýsingamarkaði, það kom greinilega fram að við erum beðin að vekja meiri athygli á okkur, auglýsa betur. Og það voru líka hægt að svara þessum spurningum með opnum hætti, með opnum svörum. Og hérna ég með að því ég segja að næst áberandi var að fólk vildi að við auglýstum meira, að sjá þá aldurshópinn, hvernig hann svaraði, og þetta var þetta greint eftir landsvæðum, eða eftir höfuðborgarsvæðinu og svo landsbyggðinni, og eftir menntun og jafnvel tekjum, þannig að þetta eru svona kannanir sem að mörg ykkar kannist við og kannski taki þátt í að svara. Og mér finnst þetta áhugavert fyrir okkur þegar við tölum ný störf í söfnum og erum að tala þessar áherslur að vera sýnilegri, og það á vissulega við listasöfnin og seytlaði í gegnum þessa stefnumótun sem var í vinnslu. Við fáum bara staðfestingu á okkar markmiðum í gegnum svona könnun. Og nú þegar að kórónuveirufaraldurinn hefur svo sannlega sett mark sitt á starfsemi okkar, brýnt að við horfum stíft til samfélagsins, minnum okkur á að hlutverk okkar ríkt gagnvart samfélagi okkar á hverjum tíma, og eilífðarverkefnið að söfnin skipti samfélagið máli. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en vonandi verður þetta til íhugunar, og ég get þá upplýst ykkur að Listasafn Íslands mun gera fleiri slíkar kannanir og svona, svona hvar safnið stendur með þessum hætti. Þakka ykkur fyrir. Þakka kærlega fyrir, Harpa. Já, ég vil þakka þetta kærlega fyrir. Þetta er ótrúlega spennandi að fylgjast með og sjá líka þessar niðurstöður könnunarinnar. Fá svona þessi innsýn í aðstæður
sem að skipti verulegu máli. Það einmitt stór hluti af þessari stefnumótun að greina umhverfið okkar, eins og kom fram líka í máli Þóru og Jóhönnu og Sveinbjargar. Þannig mig langar til þess að gefa ykkur núna færi á að tjá ykkur, setja hljóðið á og koma með spurningar á meðan við kannski tegjum aðeins úr okkur ná okkur í kaffiballa. En við getum nýtt tíman og gefið orðið laust. Gjörið svo vel ef ykkur vill spyrja spurninga úti við hringborð landsins. Það enginn, þá held ég að við ættum bara að halda áfram til þess að nýta tíma vel. Það verður þá alltaf tækifæri til þess að koma með spurningar á eftir erindin áhrif kórónuveirunnar á safnastarf á Íslandi. Næst munu taka til máls Inga Lára Baldinsdóttir og í kjölfar hennar Ágúst Georgsson. Inga Lára sviðsstjóri Ljósmyndasafns Íslands í Þjóðminjasafni. Jú, ég var búin að beðja ykkur að gera svo vel, ætlum að nýta tíma. Já. Við höfum sem sagt verið með 2 verkefni sérstaklega, af því við erum aðeins að fá okkur í kaffibolla, ég hvet ykkur til að gera það líka. Við höfum verið með 2 verkefni sérstaklega hér í Þjóðminjasafninu, annars vegar ljósmyndaverkefna sem auglýst eftir 3 ljósmyndurum sem Inga Lára segir frá aðeins betur þegar hún er komin með í sinn kaffibolla. Þar sem við réðum 3 ljósmyndara, Ragnar Axelsson, Heiðu Helgadóttur og Pétur Thomsen, til þess að skrá lífið á tími kórónuveirunnar og verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því eins og þið þekkið safnafólk að þá skiptir máli allri samtímaskráningu að ná að greina aðstæður á meðan atburðir eiga sér stað. Og svo verður spennandi eftir að hlusta Ágúst Georgsson segja frá því hvað hefur tekist vel með að safna inn gögnum í Þjóðhátíðarsafnið, reynslusögur almennings. En hér er Inga Lára, þannig mig langar til að gefa þér orðið og Pétur ætlar að koma hérna að setja. Pétur ætlar að setja upp glærurnar og síðan höldum við áfram. Þannig nýtum tíman vel. Ég sé það að við erum búin að vinna upp tafirnar í upphafi fundar sem ansi gott. Þannig við munum eiga nægan tíma eftir umræðurnar. En Pétur, má ég biðja þig að setja upp glærurnar hennar Ingu Láru? Takk. Ágætu tilheyrendur nær og fjær. Eftirfarandi auglýsing birtist á ýmsum miðlum miðjan apríl síðastliðinn. Lífið á dögum kórónuveirunnar. Verkefni í samtíma ljósmyndum. Þjóðminjasafn Íslands auglýsir eftir ljósmyndurum til að vinna að samtímaverkefni í að skrásetja mannlífið í landinu á tímum COVID-19 faraldursins með skipulagðri ljósmyndun. Verkefnið er sérstakt átaksverkefni í ljósmyndun mannlífs á tímum COVID-19 nú þegar áhrif af faraldursins gætir og síðan þegar að viðspurnu kemur í samfélaginu eftir kyrrstöðu og einangrun. Verkefnið verður unnið á vegum Ljósmyndasafns Íslands í Þjóðminjasafninu og ráðnir verða 3 ljósmyndarar til þess. Áætlað er að það standi yfir í 5 mánuði. Ljósmyndararnir fá frjálsar hendur til að fanga áhrif faraldursins á íslenskt samfélag. Með þessu verður safnað mikilvægu efni sem nýtast mun til rannsókna í samtíma og framtíð. Hver ljósmyndari skilar hið minnsta fullum 150 til 200 myndum og fær Þjóðminjasafnið afrit myndana til varðveislu og afnóta með fulla notkunar og afnótarétt af myndunum. Afrakstur verkefnisins felst í mikilvægu heimildaefni og síðar í ljósmyndasýningu áhrif COVID-19 faraldursins. Tilvitnun lýkur. Þannig hljómaði auglýsing sem dreift var með ýmsum hætti til hugsanlegra umsækjanda. Samtíma ljósmyndaverkefnið Lífið á tímum kórónuveirunnar er enn í gangi. Formleg skil á verkum ljósmyndaranna voru áætluð í lok september en reiknað er með að þau verði framlengt til áramóta. Þessi kynning litast því af tvennu, faraldurinn geisar enn og setur sína skorður á líf okkar allra. Vorfundur er haldinn á hausti en samt með töluverðum takmörkunum og ljósmyndararnir sem voru verkefnaráðnir
eru enn að reyna að fanga á mynd andrúmið sem faraldurinn hefur skapað og áhrif hans á hið daglega líf fólks og umhverfi þess. Frásögn mín verður því það hvernig verkefna þessu tagi verður til og síðan fáum við nú í fyrsta sinn smá innsýn í þær ljósmyndir sem þegar hafa verið teknar sem hluti af verkefninu. Ég vil byrja á að vitna í tölvupóst frá 15. mars þar sem segir, tilvitnun hefst: Mér datt í hug að fleygja því fram hérna hvort væri góð hugmynd að leiða hugan að því hvort væri hægt að vinna samtímaverkefni sem byggist á ljósmyndum og kannski viðtölum eða gripum sem tengjast COVID-19. Ekki ósvipar hruninu sem Freyja gerði skil með söfnun á gripum úr búsahaldabyltingunni. Þá væri kannski hægt að hugsa strax fyrir því að það færi fram einhver söfnun þetta einstaka ástand í samfélaginu núna og verður áfram. Sýning gæti samt aldrei orðið fyrir en löngu seinna, svo ég að spá langt fram í tíman. Ég ekki búin að sjá hvort að þetta sé raunhæft, en verð bara að koma hugmyndinni frá mér. Það verða einhver söfn sem munu miðla þessu á einhvern hátt og sjálfsagt að Þjóðminjasafnið geri eitthvað í þessa átt. Gæti verið samsýning á fréttamyndum blaðaljósmyndara, söfnun á Facebook-færslum almennings á einhverjum ákveðnum degi eða viku, myndasyrpa á tómum hillum í matvöruverslun, eintök af búðarkvittunum fólks sem að hamstra. Gætu boðið Félag íslenskra samtíma ljósmyndara að vera með samsýningu en meðlimir að skoða þetta ástand sem myndaefni. Tilvitnun lýkur. Þannig skrifar Linda Ásdísadóttir sýningarnefndinni í Þjóðminjasafninu í tölvupósti, eins og ég sagði áðan þann 15. mars, þegar koronaveiran byrjuði að setja mark sitt á samfélagið. Ætli margir safnmenn víða land hafi ekki verið að hugsa á líkum nótum og Linda. Mér segir svo hugur að það hafi verið. Lilja Árnadóttir tekur strax undir og segir, tilvitnun hefst, svo það skráning með ljósmyndum, sem ég held að verði góður vitnisburður fyrir komandi kynslóðir. Og þá þarf að skrá, vista og miðla kerfisbundið. Tilvitnun lýkur. Sama dag sendir Helga Morín Gylfadóttir formaður FÍSOS hugvekju til lokað samtímasöfnunarhóps meðal safnmanna, sem dreifist svo út á póstlistan safnmenn að safnmenn. Í framhaldinu leggja fjölmargir safnmenn orð í belg sameiginlegt átak safna til að sinna því brýna verkefni að safna einhverju því sem gæti endurspeglað kórónutímann og hugmyndum vettfang fyrir samhent átak eins og sýningu í Sarpi sett fram. Samhliða eru við öll að átta okkur á alvöru málsins og settar upp reglur á vinnustöðum og allstaðar hvernig fólk eigi að umgangast hvort annað. Þá fara að berast fréttir utan úr heimi, því þar eru safnmenn eðlilega að hugsa á líkum nótum og við. Og þá vitum við að við erum líka samstíga þeim. En það ekki bara safnmenn sem á áhuga að dokumentar ástandið og nýr kippur kemur í málið þegar ljósmyndarins Bessi hringir til mín með hugmyndum að þau opinbera leggi fram fé til þess að 5 til 10 ljósmyndarar verði verkefnaráðnir til að mynda ástandið. Hann minnir á að ríkisstjórnin búin að gefa út auka innspýtingu til menningarmála og bindur vonir við að verkefni þessu tagi rúmist innan hennar. Þegar Spes búin að hitta undir hugmyndinni liggur beinast við að fara að spyrjast fyrir hvernig aðrir hafa staðið að sambærilegum verkefnum. Því að þó að Þjóðminjasafnið hafi staðið fyrir 3 samtíma ljósmyndunarverkefnum á árunum 2008, 2016 og 2017, þá voru þau af einfaldari gerð því að ljósmyndararnir höfðu þegar skilgreint þau verkefni sem þeir hugðust vinna að. Aðspurður Kristín Hauksdóttir á ljósmyndasafni Reykjavíkur í Borgarsögusafni fljót til svars. Hún segir frá því að Reykjavíkurborg hafi verið með tilraunaverkefni í samtímaljósmyndun við að skrásetja ný íbúðarhverfi á Reykjavíkursvæðinu. Frá ljósmyndasafni Reykjavíkur kemur þessuna rammi hvernig þau hafa staðið að því verkefni og sá rammi verður fyrirmynd að því hvernig kórónuverkefnið lagt upp. Menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir óskaði á fundi með Þjóðminjaverði í byrjun apríl eftir tillögum frá Þjóðminjasafninu verkefni til viðspurnu í kjölfar COVID-faraldursins. Margrét Hallgrímsdóttir Þjóðminjaverður brást fljótt við og sendi þegar minnisblað til ráðherrans með nokkrum tillögum. Og einn liður í því var samtímaskráning mannlífs með ljósmyndum og heimildaöfnun í samstarfi við sjálfstætt starfandi listamenn. Þar segir þetta atriði, tilvitnun hefst.
Lagt til að sett verði af stað átak í skráningu heimilda áhrif COVID-19 faraldursins á íslenskt samfélag sem felist í ljósmyndum og samtímaskráningu, samdokk, mannlífs í miðjum COVID-19 faraldri. Verkefnið eitt af ljósmyndasafni Íslands í Þjóðminjasafni í samstarfi við sjálfstætt starfandi samtímaljósmyndara. Mikilvægt að tekin verði ákvörðun það sem fyrst til að mynda megi á meðan áhrifa hans gætir, en líka til að mynda eftirleikinn þegar samfélagið fer aftur á stað eftir kyrrstöðu og einangrun. Verkefni felur í sér samvinnu við sjálfstætt starfandi ljósmyndara með mismunandi sérhæfingu og ólíkum aldri. Verkefni þeirra verða að skrá áhrif COVID-19 í 5 mánuði. Verkefnið í samræmi við lögbundið hlutverk Þjóðminjasafns Íslands skráningu menningarsögu og menningarminja. Afrakstur verkefnisins felst í mikilvægu heimildaefni sem varðveitt verður til framtíðar í Þjóðminjasafninu, sýningu áhrif COVID-19 faraldursins og gert ráð fyrir að hver ljósmyndari skiliði mista fullunum 150-200 myndum og fær Þjóðminjasafnið afrit myndana til varðveislu og afnota. Þjóðminjasafnið og Íslenska ríkið hafi notkunar og afnotarétt af myndunum. Ljósmyndun auðveldari viðfangs en til dæmis söfnun samtímagripa, þar sem ekki vel við komið að ganga af stað í söfnun, nálgast fólk og stofnanir meðan ástandið varir. Þannig gætu ljósmyndara verið í kjörstöðu við miðlun. Samhliða ljósmyndun og aðstæðum vegna COVID-19 mun Þjóðminjasafn Íslands leita til almennings í heimildaöfnun með spurningaskrá Þjóðháttarsafnsins. Í allri samtímasöfnun lykilatriði að fanga reynslu fólks eða andrúm meðan eitthvað varir, því með tímanum endurlifir samfélagið ástandið á ólíkan hátt. Nú alls óvitað hvaða afleiðingar faraldurum mun hafa á samfélag okkar og vægi slíks verkefnis gæti verið ómetanlegt. Tilvitnun lýkur. Fáum dögum seinna tók Þjóðminjavörður ákvörðun að fara í verkefnið óháð því hvort sérstök fjárveiting fengist til þess. Eitthvað hef ég sjálf verið svifasvein en miðjan apríl fer auglýsingin sem lesin var upp í upphafi verkefnið í ýmsar áttir. Viðbrögðin lét ekki á sér standa. Umsóknum að fá að taka þátt í verkefninu rigndi inn á næstu dögum og urðu yfir 30 þegar upp var staðið. Fjölbreyttur hópur fólks með mikla eða takmarkaða reynslu, ungt eða gamalt, af báðum kynjum og ýmsum þjóðernum. Það var því úr góðum hópi að velja. Við Einar Falur Ingólfsson ljósmyndar og rithöfundur fórum í gegnum umsóknirnar og völdum 3 úr hópnum. Þá voru þau Heiða Helgadóttir, Pétur Thomsen og Ragnar Axelsson. Eitt af því sem þau töluðu öll 3 í upphafi var þörfin á því að vinna við verkefni sem þetta næði til landsins alls en einskorðaðist ekki bara við Stór-Reykjavíkursvæðið. Í því sýnisorðna myndum sem hér hafa verið sýndar, frá þeim ljóst að þau hafa mjög víða farið eins og þau hafi séð og framhaldið spennandi. Hugmyndir spretta ekki fram fullskapaðar og margir leggja í púkkið til að þær verða veruleika eins og hér hefur verið rakið. Síðan þarf dug og sýn til að ákveða að hrinda þeim í framkvæmd. Takk fyrir. Við eigum bara þess að klárast þessa myndasýningu. Já. Ég ætla bara að þakka Ingólfi kærlega fyrir þessa frásögn. Við getum farið að hlakka til þess að sjá sýninguna og afar áhugavert bara fá að sjá þessa fáu myndir sem gefa innsýn í þennan veruleika sem við munum og eflaust eftir að koma fleira áhugavert. Þannig að við langar til þess að gefa Ágústu Georgssyni næst orðið. Þjóðháttarsafnið eins og ykkur kunnugt virti því að safnin upplýsingum ýmsum málefni sem að lúta að mannlífi á Íslandi nú og áður og nú var náttúrulega viðeigandi að taka til hendinni og safna inn upplýsingum og frásögnum frá almenningi lífi á tímum kórónuveirunar. Þannig að ég ætla að biðja að gera svo vel, en Pétur sem að ég nefndi áðan og kannski þarf að kynna, Pétur Steinn tæknimaðurinn okkar sem að stýrir bæði fundinum hér og notkun á Teams og eins upptöku niður í fyrirlestrarsal eins og ég nefndi áðan. Þannig að hann náttúrulega bjargar okkur ef ykkur tæknilegir örðuleika verða. En hins vegar allir ondur áttur svo færir í Teams eftir þessa síðustu vikur og mánuði að þetta gengur eins og í sögur. En þá má ég stoppa núna slideshow eða viltu
Ertu með slætur? Já, nokkrar. Já. Ekki margar. Já, við skulum leyfa þess að klárast. Þetta er ekki alla myndirnar komið í gegn. Svo missir nú ekki af. Þórólfur er einn á flugvellinum. Nei, hljóðið er ekki dottið út, við erum bara að leyfa myndunum að klárast. Þarna hefur við séð 40 myndir sem dæmi það sem má vænta þess að koma út úr þessu verkefni. Þannig þakkar eftir fyrir Inga Lára, en Ágúst Georgsson, hann er næstur á dagskrá og Pétur eftir að setja upp glærusýningar hans. Gerðu svo vel, Ágúst. Það komið. Já, góðan daginn. Ég heiti sem sagt Ágúst Georgsson og er með umsjón á Þjóðhátíðarsöfnuði Þjóðminjasafnsins og ætla að segja hérna í nokkrum orðum frá þessari söfnum sem hefur verið í gangi núna í nokkra mánuði á vegum okkar daglegt líf á dögum kórónuveirunnar. Og mér langar kannski til að nefna svona að það eru náttúrulega fleiri aðilar sem hafa verið að safna heimildum líðan þjóðarinnar á þessum tíma og það er til dæmis vísindarannsókn á vegum Háskóla Íslands og embætti landlæknis og sóttvarnalæknis, mjög stór rannsókn en hún er svona meira inn á, svona heilsufari, andlegri líðan, stressi og þess háttar og meðan við erum að reyna að safna reynslusögum fólks, minningum og upplifunum og það er kannski svolítið svona meiri samfélagslegri vinkill á því. Nú það er náttúrulega eins og allir vita að það var í febrúar þá fer þessi faraldur á stað og fór að herja á okkur og við vorum það búin að fylgjast með honum all nokkra hríð. Það voru mikla fréttir af þessum faraldri úti í heimi sem að byrjaði í Kína og COVID er með stærstu farsóttum sem hafa herjað á mannheima sem að menn vita og það er helst að líkjandi við spænsku veikina 1918 sem var mjög skæð og herjaði allan heim og á Íslandi líka. Það létust 500 manns á Íslandi sem var alveg gríðarlegur fjöldi við hvað þjóðum var fámenn á þeim tíma. Það létust 20 til 50 milljónir á heimsvísu. Þannig að sem betur fer þá eru dánatölurnar miklu lægri núna. Það er engin lækning eða bóluefni til við þessum faraldri en það er vonandi á leiðinni. Nú það var fljótlega ljóst að eftir að faraldurinn barst hingað að hann myndi hafa mikil áhrif á íslensk þjóðlíf og það var vissulega þannig því hann hefur haft alveg gríðarleg áhrif á okkur öll. Nú það var strax talið mikilvægt að safna heimildum daglegt líf fólks meðan á faraldrinum stæði. Inga Lára er búin að gera grein fyrir því sem hefur verið gert á vegum ljósmyndasafnsins. Nú það má kannski segja það að leið þá
skapaðist þarna einstakt tækifæri fyrir almenning að færa í letur sínar eigin minningar þennan tíma og þetta í raun og veru einstakt tækifæri að geta safnað efni á meðan svona skæð farsótt í gangi. Það líka geta komið til greina að gera þetta á eftir. Það líka alveg gott og gilt. Nú, öll þjóðfræðisöfn á Norðurlöndunum, þau hafa tekið þátt í svona söfnunum eða ráðist í slíkar safnanir. Ekki bara stóru höfuðsöfnin, heldur líka héraðsöfnin í Skandinavíu og þetta hafa menn verið að senda út bara á svipuðum tíma og við vorum kannski aðeins fyrr á ferðinni og það hefur verið ákveðið samband á milli, það var stofnað svona óformlegt tengslanet og þjóðarsafnið var hluti af því. Nú ef við komum svo að útsendingunni á þessari spurningaskrá, þá var hún send út 3. apríl og fyrstu dagana þar á eftir og það var eingöngu svara á netinu og það var hægt að svara sem sagt skriflega eins og gert venjulega en það var líka boðið upp á það að menn töluðu inn á upptökutæki og sendu upptökurna til Þjóðarsafnsins. Og það var þá settur tengill inn á SARP-síðuna þar sem hægt að svara. Nú markkóparnir, það þá í fyrsta lagi sjálfboðaliða Þjóðminjasafns Íslands sem samtals 400 og sem að starfsemi Þjóðarsafnsins hefur byggst á alla tíð. Það svona, hvað var að segja, svona hryggjarsúlan í okkar starfsemi. En það hefur alltaf verið reynt að leita eins mikið til almennings og hægt og hvetja hann til þáttöku og þannig að annar markhópur það voru almennir borgarar á öllum aldri, á öllum stéttum og land allt. Þannig það var sem reynt að höfða til allra landsmanna. Og það eins og ég sagði áðan, þetta var einstakt tækifæri til að safna upplýsingum með reynslu og upplifanir fólks á erfiðum tíma. Nú, norrænu söfnin, þau voru ekki með sömu spurningalistana, ekki einu sinni í sínu landi, heldur var hver sem með sín eigin spurningalista, samti hann og senda hann út. Þannig að okkar listi, hann algjörlega íslenskur. Nú, það var strax hugsað fyrir því að þessi listi þyrfti að fá eins mikla dreifingu og kynningu og hægt væri. Og það þá sem sagt í fyrsta lagi heimildarmanneti sem við höfum búið að í 60 ár og svo samfélagsmiðlar, aðallega Facebook. Það var sent á gríðarlegan fjölda Facebook síða, ég man ekki hvað þær voru margar og það var sent á alla fjölmiðla, dagblöð, útvarp og það voru viðtöl í fjölmiðlum og það voru mjög góðar undirtektir hjá fjölmiðlunum þannig að þessi söfnum fékk strax gríðarlega mikla kynningu. Svo má nefna póstlista eins og til dæmis lista Þjóðminjasafnsins. Þannig ég held að við höfum gert svona eins vel og við gátum við að kynna þetta og dreifa þessu meðal fólks. Nú ef við komum að viðtökum eða undirtektum við þessum spurningalista þá þetta að segja að þær hafi verið alveg gríðarlega góðar. Það eru 900 einstaklingar sem hafa brugðist við spurningaskránni og það er ein mestu viðbrögð við þjóðarsöfnun Þjóðminjasafnsins frá upphafi. Þannig að við erum náttúrulega mjög ánægð með það. En það þannig að þegar svarað á netinu þá eru margir sem að kíkja og svo kannski svara þær ekki, þannig eitthvað af þessum svörum eru tóm en þau eru vonandi ekki mjög mörg. Það er búið að skrásetja tæplega 70 svör inn í SARP og það var nemandi í þjóðfræði Háskóla Íslands sem var að vinna rannsóknarverkefni og þjálfunarverkefni við Þjóðminjasafnið og fékk fyrir það 10 einingar og það kom sér náttúrulega alveg sérstaklega vel fyrir okkur.
Nú mér langaði svo til þess að sýna ykkur aðeins hérna spurningarnar. Skulum sjá. Já, það er sem sagt farið inn á sarpur.is. Sést þetta ekki? Ok. Jæja, kom Pétur og bjargaði málunum. Takk fyrir það. En sem sagt, það er hérna flipi fyrir þjóðina og við smellum á hann og nú býtum við. Förum hérna aðeins neðar. Spurningaskrá sem hefur númerið 128. Svona lítur hún út. Þessi mynd, hún er tekin svona eitthvað 1950-60 minni mig og hún sýnir sem sagt skimun fyrir berklum sem voru mjög skæðir. Þannig að hún passar þannig vel sem myndskreiting í þennan texta. Nú ef maður fer að svara spurningaskránni, þá er það svona. Við. Það er þetta. Já, það eru fyrst leiðbeiningar það hvernig að mun svara og það er sem sagt hægt að skoða spurningarna fyrirfram með því að smetla á hana flipa hérna, hana rauða sem Jóhann sjáið og það er bent á það að menn geti sendt inn hljóð eða vídeóupptökur og þar er hægt að fara inn í forrit sem heitir WeTransfer og er einfalt þú hægt að senda stóra skrár. Skulum ekki vera að stoppa neitt lengi við þetta. En menn geta valið hér nafn eða nafnleynd. Skulum bara velja hérna nafnleynd og ég vil náttúrulega fá að senda fleiri spurningaskrár. Eða sjálfsögðu, nú þá er það ekki hægt. Jæja, þá samþykki ég skilmálana, það er sem sagt upplýst samþykki og ég er kall og skulum sjá þetta er eitthvað að vefjast fyrir mér hérna sjá það ekki vélmenni já hérna er þetta já þetta hérna já ég er ekki vélmenni já nei sennilega ekki. Þá er að hefja svörun og þá lítur þetta svona út. Það er sem sagt spurt hvenær fréttirðu fyrst af koronavírusunum. Það eru helst stótt upplýsingar faraldurinn. Hvernig finnst þér hafi tekist til við að upplýsa almenning faraldurinn og svo framvegis. En ég ætlaði nú ekki að sýna þetta betur. Ég þarf að bakka hérna, ég ætla að nefnilega sýna þeim eitt dæmi hérna bara í fljótleiti svar. Sjá. Já, hérna kemur þetta. Þá getum við slegið hérna margar flugur í einu höggi. Þannig að reyndir árið lítið eftir að flugur núna. Já. Hér er sem sagt eitt af þessum svörum sem er búið að slá inn í sarpinn og eru þó öllum aðgengilegar og þá er hægt að fara hérna inn í sem heitir leshamur. Skulum bara aðeins kíkja á þetta og það er þá fyrsta spurningin. Það er spurtaði hvernig maður fréttu fyrsta ánum og þessi hefur frétt ánum miðja febrúar í fjölmiðlum, bæði innlendum og erlendum og svo er spurtaði hvernig finnst þér hafa tekist til við að upplýsa almenning faraldurinn og þessi er svona frekar jákvæð sem svara þessu myndi ég segja flestir, ég hef reyndar ekki haft tíma til að skoða öll svör en flestir eru mjög jákvæðir
það sem ég skoðað út í einmitt hvernig upplýsingastreymi og ég held að sé alveg ótt að taka undir það. Síðan komum við að þessum kafla sem heitir viðhorf og líðan. Það spurtaði hvernig leiðir og hvernig þú brástu við þegar veiran byrjaði og fór að gera vart við sig á heimsvísu. Hefur líðan þín að upplifun breyst í takt í stóraukna útbreiðslu veirunnar. Þessi sem að svara segist í áhættuhópi og líst ekki meira en svo á blíkuna. Og lífið breyttist auðvitað mjög mikið við hjónunir og löngu komin í sjálfskipaða sóttkví og allt okkur félagslíf og nánd í fjölskyldu og vini hefur fengið ljóta útreið. Maður fylgist með hryllingi með því hvernig sum ríki hafa ekki staðið sig í vörnum og veit það mun hafa áhrif á alla heimsbyggðina. Svo spurtað í hvaða áhrif faraldurinn hefur andlega líðan, þín eða þína nánustu, hvort það með séu órólegir og hvaða ráðmenn hafa til að takast á við það ef svo er. Og svarið svona auðvitað hefur það áhrif, maður verður einangraður og það er óhollt fyrir sálarlífið. Ég ekki hrædd en ég hef áhyggjur af mínu fólki og efnahagslegum áhrifum þess þegar framlíða stundir. Ég sjálf ein af þeim sem læt mér ekki leiðast, finn mér alltaf eitthvað að gera og stunda útivist, svo sem göngur og auklis á í dýr og þarf að sinna þeim. Ég les líka mikið og hlusta á Storytel. Svo spurt hefur lífsviðhorf þitt og trúarlíf hugsanlega breyst eftir að kórónuveiran gerði vart við sig. Þessi segir nei, ég goði hjá Ásatrúarfélaginu og trúarlíf mér breyttist ekkert. Síðan spurt hvernig myndir að lýsa andrúmsloftinu í þjóðfélaginu eftir að faraldurinn fór á stað og svarið allt þetta eitthvað dauðlegt og skrítið, best þykir mér að fjölmiðlar eru einfaldlega fastir í COVID-umræðinni, við þurfum á fréttum og aðvörunum að halda og svo framvegis. Hvað finnst þér að mega ekki lengur heilsa fólki með handabandi eða taka utan það? Og svarið bara ömurlegt, ég og maðurinn minn voru svolítið lengi að festa niður á okkur höndina og fara að bera fyrir okkur namaste kveðju, sakna handabandsins sem virðingaverður norrænn siður. Næsti kafli samskipti og einkalíf og þá spurt að því hver eru helstu áhrif faraldursins á fjölskyldu eða einkalíf þitt, hvaða áhrif hefur hann til dæmis haft á umgengni þína við annað fólk, tómstundir, ferðalag, þátttöku í félagsstörfi og svo framvegis. Hafa samskipti gegnum tölvu og einhverju leyti komið í staðinn. Fjölskyldan í samband á netinu með skilaboðaskjóðunni aðlega og gegnum síma núna. Heilsast í dyrnar og ekkert knús, það vont. Hundleiðinlegt, segir þessi. Og síðan nú svona mjög krísi spurning, átt þú eða hefur þú átt ættingi eða vini á sjúkrastofnunum sem þú hefur ekki fengið að heimsækja eða eftir að faraldurinn braust út, hvernig hefur heimsóknarbannið haft áhrif á þig og fjölskyldu þína. Og þessi heimildamaður segir, maðurinn minn var á Borgarspítalanum í 5 daga meðan þar voru COVID-sjúklingar og allt læst og lokað, gat ekki hitt hann. Og erfitt var að ná sambandi í síma til að fylgjast með vegna annað starfsmanna. Þetta var mér mjög erfitt og einnig börnum okkar. Og þessi á ekki neitt nákomi sem hefur veikst af veirunni. Og síðan spurt hér áhrif COVID-14 á börn. Og börnin hver helstu, spurningin svona, hver helstu áhrif faraldursins á börn að þínu mati? Hafa þau börn sem þú þekki verið frædd hann og ef svo með hvað hætti? Krökkunum líður ekki vel. Barnabörnin mín eru meira og minna frá skóla og rútínan farin út í veður og vind.
Það börnum og unglingum óhollt. Þau sækja allt of mikið á netið og foreldrarnir þurfa að hafa mikið fyrir því að halda þeim að verki. Síðan spurt breytlar neysluvenjur, hvort að faraldurinn hafi haft áhrif á það. Og þessi segist ekki hafa tekið eftir neinum skorti, en því kannski munið eftir því að það var töluvert það að fólk væri að hamstra hérna í aðdragandanum og þá sérstaklega klósettpapír sem tæmdist bara villunum í búðunum. Það spurt vinnustaðinn. Þessi heimildamaður svarar ekki þeirri spurningu og síðan þá spurt eftir faraldurinn, heitir þessi kafli, hvaða breytingar á síðum, vanaböndinni hegðun eða íslensku þjóðlífi gæti faraldurinn hugsanlega haft í för með sér. Sérð þú eitthvað jákvætt eða neikvætt í spilunum og þá hvað ef svo Hún svarar þessu nokkuð ítarlegu máli. Ég að vona að fólk fari að draga að fljúga á milli landa eins og engin sé morgundagurinn. Þá græðir kannski jörðin okkar og umhverfið eitthvað á þessu. Fólk lærir vonandi það að það þarf ekki að fljúga heiminn á enda til að talast við og halda fundi. Ég vona líka að ferðamennsku almennt linni hér þannig að hún geti talist þolanleg, en það hefur hún ekki verið undanfarin ár. Kannski lærir fólk líka að meta hvað það sem að skipti máli í lífinu, mannleg samskipti, starfsfólk sem sinni þjónustu við þá sem minnst mega sín og almenn umhyggja mann á meðal. Vonandi verður heimurinn ekki á eins röðum snúningi eins og hann hefur verið eftir og að hagvöxtur stórum staf verði ekki það sem stjórnar heiminum. Og svo það síðasta spurningin. Það sem sagt tilraun til að safna svona sögnum eða sögusögnum COVID-19 sem að hljóðar svona. Töluvert hefur verið orðróm og ýmsar sögusagnir eða flökkusögur, jafnvel brandara í kringum koronuveirufaraldurinn og oft erfitt að greina í sundur hvað sagt og hvað ekki. Með þinni hjálp vill Þjóðminjasafnið gera tilraun til að safna einhverju af þessu efni og varðveita til framtíðar. Segðu frá því sem þér kunnugt með þessu sambandi og hvernig þér hafa borist upplýsingar það. Þessi kona, hún segist ekki þekkja það. Þannig að nefnir þó að tilverða alls konar klósettpappírsbrandarar, gamanvísur, gæludýrabrandarar og margt fleira sem snýstu viðbrögð koronavírusins og COVID-19 sjúkdómsins. Allt þetta mjög vel fallið til að létta lundina, takast á við leiðan og sársaukann. Þetta mjög jákvætt í okkar samfélagi og kannski hluti af því að Íslendingar eiga auðvelt með að standa saman í erfiðleikum. Þannig að nú held ég að ég hef gert svona grein fyrir þessu svona hvernig þetta var lagt upp. Þannig að ég þá lokið máli mínu. Þakka fyrir Ágúst. Við sjáum það að við erum að reyna að skoða þennan veruleika frá hinum ýmsu sjónarhornum og það var fróðlegt að heyra þessi svör og það náttúrulega þarna mauðan garð að grisja fyrir bæði almenningarskoða og nemendur og safnafólk þegar kemur að því að miðla þessum niðurstöðum þegar frá líður, hvort sem það út frá menningarsögulegu, listrænu eða vísindalegu, náttúruvísindalegu sjónarhorni. En nú ætlar Hilmar einmitt að fjalla náttúru koronaveiruna, veiruna í sýningarhaldi. Gjörðu svo vel, Hilmar. Takk fyrir. Það kom fram hérna í upphafi fundarins líka í máli Þóru Bjargar, framkvæmdastjóra Safnaráðs, að við erum að leggja allra síðustu hönd á innri stefnu Náttúruminjasafnsins og henni verður lokið í ár og við gerum okkur vonir að ljúka svo stefnu, almenna stefnu, ytri stefnu, náttúrufræði safna á næsta ári. En ég ætla að nota tækifæri á þessum fundi til að fjalla býsna snaran þátt í náttúru
okkar, alls mannkyns, og bregða kannski öðru ljósi á veirur en umræðin í dag snýst sem býsna neikvæð, en það ýmislegt neikvætt sem fylgir veirum, en það kemur betur í ljós þegar gáð að það sennilega fleira gagnlegt og gott sem veirur leiða af sér heldur en það sem neikvætt. En það vissulega svo einnig hluti af stefnu Náttúruminjasafnsins að eignast eigið húsnæði, og þau voru uppörvandi orð menntamálaráðherra í upphafi fundarins að það væri til mjög alvarlegrar skoðunar að drífa nú í því að safnið eignist sín eigin húsakynni, og ég mun víkja að því í tengslum við veirur meira þess að í lokin á erindinu. En ég hérna með nokkra glærur og þær eru meira bara svona til augnændis og má nota svo eftir fundin, þær verða þannig útbúnar og með töluvert svona af fróðleiksefni veirurnar. En stóra spurningin hvað veira? Þær eru jú örsmáar agnir sem eru byggðar upp á mjög einfaldan hátt. Það erfðaefni sem inn í prótínhylki, varið af prótínhylki, og í raun og veru lítið annað. En þær eru þeim annmörkum háðar, má segja, að þær geta ekki fjölgað sér sjálfar nema í hýslum eða í lifandi frumum lífvera. Þær fjölgað sér ekki öðruvísi. Þær hafa mjög neikvætt orð á sér og sem stafar af þessum eiginleika þeirra að smita og sýkja og veikja varnir fólks og drepa frumur að endingu. Þetta gera margar veirur, það talið kannski að það séu 300 veirur, það sem eru þekktir sjúkdómar í mönnum. Svo eru veirusjúkdómar sem menn vita minna í dýrum og plöntum, en þessar 300 veirur sem eru að plaga okkur mennina, þetta í raun og veru agnarlítið brot af öllum þeim milljón tegundum af veirum sem eru til. Og eins og ég segi, flestar eru af hinu jákvæð og gagnlegar, þannig má segja, fyrir mannin og vistkerfi. En þetta eru örsmáar agnir, þær stærstu í þvermáli 0,0004 millimetrar. Þær eru 20 til 40 eða 400 nanómetrar og 1 nanómetri 1 milljónasti úr millimetra. Og þessi smæð ein ástæðan fyrir því að við vitum svo lítið þessar verur eða veirur. Þær hafa býsna neikvætt orð á sér og sumir telja að þær flokkist ekki einu sinni sem lífverur, en nú á seinni tímum með vaxandi tækni við að skoða þessar litlu agnir og bara vaxandi rannsóknum að þá má eiginlega segja að veirur séu alltumlíkjandi. Þetta eru fjölmennustu, það eru langmestur fjöldinn af tegundafjöldanum sem við þekkjum og magn þeirra það langmesta sem við þekkjum á meðal þessara veira, hvort sem við skilgreinum sem lifandi eða ekki. Þannig að þær skipta okkur virkilega miklu máli. En þær eru nánast, þær eiga við allar frumurgerðir, ekki bara manna heldur allra lífvera, plantna sem hryggleysingja og hryggdýra, en þær eru jafnframt mjög sérhæfðar. Þær vinna bara á tilteknum, flestar tegundir vinna bara á tilteknum frumugerðum eins og til dæmis í okkur manninum. Þetta hefur líka sína kosti. En í svona grófum atriðum þá eru svona tvær megin byggingagerðir af veirum og það eru líka 3 megin hópar, það eru gerilætur sem
eingöngu lifa með bakteríum eða gerlum. Aðrar veirur lifa eingöngu í jurtaríkinu og svo þriðji hópurinn í dýraríkinu. Við sáum þarna svokallaða gerilætu sem best rannsakaði hópurinn og það eru veirur sem eingöngu smita bakteríur eða gerla og þetta dæmigerð bygging, það prótínhylki með erfðaefninu, DNA eða RNA, flestar gerilætur eru með DNA og svo rörlaga bygging og þreifarar sem þær nota til þess að festa sig á frumur og svo það hin megingerðin, þessi hringlaga sem kórónuveiran af slíkri gerð og þær eru flestar hverjar með RNA í staðinn fyrir DNA erfðaefnið. En til hægri sjáum þið svo og tvær helstu leiðirnar sem bakteríurnar, sem veirurnar nota til þess að fjölga sér. Það þessi lítíski hringur, efri hringurinn og við sjáum að þarna gerilæta sem hefur fest sig á frumu og hún dælir erfðaefni sínunni inn í frumuna og þá tekur annaðhvort við að erfðaefninu skotið inni eða því smeygt inni í erfðaefni hýsilsins og fjölgar sér svo síðan með venjulegri frumuskiptingu og ekkert gerist og engin sjúkdómseinkenni þar til að veiran tekur það ákvörðun að brjótast út úr frumunni og sýkja þá næstu frumur. En kórónuveiran, hún sennilega af þessari gerð þar sem hún erfðaefni veirunar nýti sér umritunarferli hýsilsins og fjölga sér strax og þá mjög sýkjandi og sprengir hýsilfrumuna mjög fljótlega eftir að smit hefur átt sér stað og smitar þá næstu frumur. En þær eru þekktar flestar fyrir þetta að veikja, sýkja og valda sjúkdómum, farsóttum og faraldrum, veirurnar. Og hérna hef ég brugðið á glæruna nokkrum faraldrum sem tengjast kannski Íslandi og fyrst að nefna bólusótt eða bólusóttir og þar höfum við hvað bestar og fyrstu rituðu heimildirnar áhrif veirusýkinga á okkar þjóð. Og stóra bóla sem var þriðja bylgjan af veirunni hérna. Hún var fyrst snemma á síðasta áratug 19. aldar og önnur rétt aldamótin. En stóra bóla, hún var mjög skæð og talið að hún hefði jafnvel lagt að velli þriðjung þjóðarinnar. En kúabóla skyld og af meiði bólusóttar og ég nefni hana vegna þess að hugtakið bólusetning og bóluefni tengist kúabólinni. Kúabólan var væg veirusýking af völdum bólusóttar og ástæðan fyrir kúanafninu svo að sveitafólk, mjaltakonur sérstaklega sem voru að mjólka, menn tóku eftir að því að þegar bólusóttar bylgjurnar skullu á að þær konur þær veiktust síður eða alls ekki. Þetta tóku bændur og læknar eftir og þetta kveikjan af því að bólusetja fólk, að dæla mótefni inn í sjúklingin. Og Edward Jenner, breskur læknir, hann bólusetti sem son sinn og hann talinn upphafsmaður þessa en þeir voru reyndar nokkrir undan honum. En þaðan þetta hugtak komið. Nú spænska veikin, hún var náttúrulega mjög slæm hérna og lagðist sérstaklega á yngra fólk. En það athyglisvert að nefna það varðandi spænsku veikina, þá var gripið strax til hliðstæðra ráðstafana eins og gert í dag með kórónu smitið að þar voru samgöngutakmarkanir, Reykjavík var reitaskipt, menn byggðu sjúkrahús og
tókust á við faraldurinn með skipulegum hætti, enda hafði þá þekking og vitneskja veirurnar, hún var komin á bærilegra stið en bara 10-20 árum áður. Nú, svo eru þarna nefndir mislingar, það er hægt að nefna mænusótt, það er hægt að nefna rauða hundaæði og fjölmarga aðra sem hafa herjað á okkur, en núna í seinni tíð fyrir tilstilli vísindana að þá eru menn nú mikið til lausir við þessa sjúkdóma, þó ekki alla, í krafti bólusetningar og Íslendingar standa jú óvenju vel vegna þess hve aðgerðirnar eru skipulagðar, og svo bætist náttúrulega líka við að við erum eyja sem gerir okkur leikinn auðveldari. En eyðniveiran sem að nú taka fram að hún er fyrst greind erlendis 1981 og 83 hér, og þetta eru tölur frá 2016. En þetta er veira sem er skilgreind sem hæggeng, og það er nú gaman að segja því að Íslendingar eru leiðandi í rannsóknum á þessum hæggengu veirum, og því ber að þakka kannski sérstaklega Birni Sigurðssyni, stofnandi á fyrsta forstöðumanni Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði af keldum. Hann var brautryðjandi í rannsóknum á þessum hæggengu veirum, og hæggengar veirur eru þá þessar veirur sem smygla erfðaefni sínu inn í erfðaefni hýsilsins og eru að dóla þar í lengri tíma. Smitið getur verið mjög hratt, en meðgangan getur verið mörg ár, eins og þekkt með alnæmi eða eyðniveiruna og aðrar veirur. Og Margrét Guðnadóttir, hún tók svona við merki Björns að vissu leyti og er fyrsti kvenprófessorinn hérna á landi. Þessar tvær manneskjur, við höfum þeim mikið að þakka fyrir þekkingu okkar á hæggengu veirusmiti. En smitið, mæðivistnan, hún barst semst með þýsku eldisfé, karakúlsauðfénu 1933, og er eiginlega búin að útrýma í dag, en hér á landi vel að merkja, en þetta er að grassera úti meðal annars í vexti í Bretlandseyjum bara þessi misserinn. En þessi veira, hún minnir okkur á það að við þurfum að fara varlega í það að flytja inn til landsins framandi dýr. Það er þarna mynd af kanínum. Á síðasta ári þá geisaði hérna bara slæm drepsótt í kanínum í Elliðaárdalnum og strádrap stóran hluta stofnsins, og það var sem sagt lifrardrepsveira. Nú nýlega var greint í fyrsta skipti á síðasta ári í eldislaxi þetta bristreps eða bristreps-sjúkdómurinn, og þetta eru bæði, allavega kanínan er jú framandi dýr hérna í náttúrunni, eldislaxin er dýr sem er alin upp við ónáttúrulegar aðstæður. Það hefur ekki verið greintur semst í villtum laxi til þessa. En veirur eins og ég segi, þær eru alltumlíkjandi. Þær eru að fjölda til 10-100 sinnum fleiri heldur bakteríurnar. Og það hefur verið slegið á heildarfjölda veira sem eru virkar í hverju sinni, og það er 10 í veldinu 31. Þannig að við getum ekki horft fram hjá veirum og þurfum að spá betur í hvaða hlutverki það er gegna í vistkerfum okkar. Þetta snýst ekki bara að sýkja og veikja og drepa frumur í mannslíkamanum. Heldur kemur upp úr kafinu, og þessi glæra er bara svona eitt dæmi það, að þær gegna lykilhlutverki í starfsemi vistkerfa, í hringrás næringarefna, snefilefna. Þær koma við sögu í koltvíildisbúskapnum, þar að segja þær tengjast loftslagsmálunum, hlýnun loftslags, súrnun sjávar, og þarna til hægri þá sjáum við gerilætu, þessa með þreifarana og hylkið utan erfðaefni sitt, og
þarna einnig jurtasvif eða þeir sem standa undir öllum fæðuvefnum að það sem veirur gera í sjávarvistkerfi sem eru hvað best rannsökuð að þær breyta hringrás þessara efna sem ég taldi upp á þann hátt fyrst og fremst að þær stytta leið kolefnis, köfnunefnis og svo framvegis sem nauðsynlegt til vaxtar að þær stytta leiðina, þær brjóta niður ákveðna tegundir af jurtasvifi og brjóta þær niður og leysa upp lífverurnar sem þýðir að efnin koma strax í hringrásina og nýtast gróðurinnum til þess að binda meira koltvíildi úr andrúmsloftinu og hjálpa þannig til við að stuðla að betra loftslagi. Þetta eru svona tiltölulega ný fræði en segja okkur það að þær skipta mjög miklu góðu hlutverki í vistkerfunum og þar með fyrir okkur. En ef við víkjum aftur svona orðunum að því sem tengist á læknisfræðin og manninum beint að þær veirur eru eins og ég segi þær eru út allt og eru býsna margar að rannsóknir sérstaklega á meltingavegi og örveruflórunni þær leiði í ljós að þar eru veirur allsráðandi. Og þær eru ekkert allar að valda slæmum afleiðingum með því að smita eða sýkja, heldur þvert á móti. Þær eru nauðsynlegur hluti af flórinu okkar og þar með af ónæmiskerfinu og ónæmisviðbrögðum okkar og hafa jákvæðar afleiðingar í för með sér. Meðal annars með því að eiga við slæmar bakteríur og þá það sérstaklega veirurnar sem eru flokkaðar sem gerilætur. Þær halda slæmum bakteríustofnum niðri og við halda góðu jafnvægi í flórun okkar og þar með heilsu. Og svo verður náttúrulega að hafa það í huga að þó að uppruni veirana sé ekki alveg á ljósu, það eru mismunandi kenningar upp það, að öllum líkindum þá hafa þær komið í dagsljósi og þróast býsna snemma þegar líf verður til á jörðinni, kannski fyrir 3-4 milljörðum ára og stór hluti af okkar genamengi eða erfðaefni frá veirum komið, það upp undir 10%. Sumt af því ekkert virkt og ekki tjáð en annað tjáð og það eru ýmsar skemmtilegar rannsóknir í gangi og kenningar meðal annars það að við eigum veiru erfðaefni að þakka að við fæðum lifandi afkvæmi en verpum ekki eggjum eins og tveir flokkar spendýranna gera eða fá fuglar. Þetta eru mjög forvitnilegar vangaveltur en varpa svona skemmtilegu ljósi á hlutverk veira og svo aðrar rannsóknir sem gefa tilefni til að ætla að minnið okkar, sérstaklega langtímaminni, hafi með veirugen sem við berum með okkur að gera og rannsóknir á músum þar sem búið að eiga við þennan hluta genamengisins, taka veirugena Pútín í burtu, það kemur í ljós að þær tapa langtímaminninu. Þannig að sem mjög mikilvægt. Þriðja dæmi þarna jákvætt hlutverk gerilætana, það eru þessi bakteríóþerapí eða fagaþerapí sem bara má kalla gerilætu meðferð, það getur verið að sé til eitthvað betra orði yfir þetta á íslensku, en þetta farið að tíðkast bara í þó nokkru mæli að beita veirum beint gegn tilteknum sjúkdómum og sumum mjög erfiðum, þar á meðal cystic fibrosis, þar sem eru góð dæmi jákvæða árangur á því að beita geril veirum á þá sjúklinga.
Nú, kórónuveiran, þetta býsna stór fjölskylda af SARS veirum, þar að segja veirur sem valda öndunarfæra sýkingum og sjúkdómum. Þær telja marga tugi ef ekki 100 tegundir, en það eru bara 7 eða 8 af í þessari kórónuveiru fjölskyldu sem herja á mannin. Og 4 þarna eru tiltölulega bara skaðlitlar í dag, valda bara þessu hefðbundna kvefi, en SARS eða kórónuveiran fyrsta sem greind 2002 og kom við sögu hér á landi en ekki í sama mæli eins og núna, SARS og svo þessi MERS og svo nýjasta SARS-CoV-2 sem veldur COVID-19 sjúkdómum, þær eru mjög alvarlegar og slæmar og þess vegna erum við að grípa til þessara ráðstafana, en hún semst rakin til nóvember 2019 í Wuhan sem vinaberg Kópavogs. En þið sjáu hérna þessi mynd til vinstri, hún segir okkur akkur nafnið á veirunni, það dregið af þessum þyrnum eða sem líti út eins og kóran á sólu og þess vegna þetta nafn kórónuveira. Til hægri sjáum við frumubláa sem alsýkt af kórónuveirum. En aðeins að velta fyrir sig uppruna þessar kórónuveira því að yfirleitt það þannig að þessar veirur eiga uppruna sinn annars staðar en í manninum. Það eru eins og mænusóttin, þar maðurinn frumhýsillinn og uppsprettan. En í kórónuveiru fjölskyldunum, þessar sem eru að herja á okkur mennina, að þar kemur í ljós að leðurblökur eru frumhýsillinn í 5 ef ekki 6 tilvikum. Það vantar nýjustu SARS-kórónuveirinu inn í þessa töflu þarna eða mynd, þetta frá því snemma 2019, en SARS-kórónuveiran hún á uppröðsinn líka semst í leðurblöku, það eiginlega búin að staðfesta það. En leðurblökur almennt, þær eru semst að frumhýslar af mjög mörgum veirusjúkdómum, þekktar 60 bara í leðurblökum, og leðurblökur eru næst algengasti ættbálkur spendýra með kannski 1100 til 1400 tegundir, en algengasti hópurinn eru nagdýr, en þar eru bara þekktar 70 veirusjúkdómar. Þannig að þetta mjög skekkt hlutfall og skýringar á þessu eru svo sem ekkert einhlítar en nokkrar þarna. Þær eru í fyrsta lagi eins og öll spendýr náskyldu okkur erfðafræðilega. Langmestur hluti erfðaefna okkar deilum við með þeim. Þær eru villtar, þær eru ekki ræktaðar og við komumst ekkert oft í snertingu við þær og allra síst á nóttinni þegar þær eru helst á ferli, þannig að við höfum ekki þróað með okkur neitt ónæmi. Þess vegna erum við sennilega útsett fyrir og þetta berst með þeim hætti að margar leðurblökurnar eru ávaxtaætur og þær bíta í ávexti og skilja eftir sig munnvatn, þær drita og maðurinn kemst í snertingu í saur og svo framvegis. Aðeins að leðurblökum á Íslandi því að þær finnast hérna þó að þær eigi sér ekki fastan samastað. En á síðustu 200 árum þá eru þekkt 40 tilvik og af flækingum og það eru 8 tegundir. 2 þeirra, þessar algengustu, þarna til vinstri trítilblaðkan, hún pínu lítil þó að vænghafið sé kannski 20 cm, en hún sjálf svona 5 cm. En hin hringblaðkan og trítilblaðkan kemur frá Evrópu, meginlandi Evrópu, en hringblaðkan sem ein algengasta blaðkan í Norður Ameríku, hún bara býsna stór og þetta eru býsna mikil flökkudýr sem skýrir líka akkur það geta smita mikið, þær fara á milli landsvæð og hitta marga. En allavega ein tegundin sem vitað að getur smita menn og þar á meðal af SARS eða kórónuveiru, ekki þessari allra nýjustu. Það vitað að ein tegundi þarna sem flækist hérna sem sagt smitberi.
og svo hugsanlega 2 tegundir í viðbót. En þessi flækingar, þeir eru nú yfirleitt heldur máttvana þegar þeir koma inn til lands. Þeir berast ekki af eigin ramleik, fæstar þeirra, fæst tilfellin heldur með flutningaskipum og eru það ofan í lestum eða gámum og sumar eru fundnar dauðar en flestar þó svona með einhverju lífsmarki og já. Þannig að það þarf alveg að huga þessu sem mögulega smitbera. Nú, svona í lokin þá kemur hérna ekki eins og skrattinn og söðurlegin, en hérna það samt skilt í erindinu, eins og ráðherra vék að þá til mjög alvarlegar skoðunar að koma náttúruminjasafninu loksins fyrir í eigin húsnæði og horft til svokallaðs lækningaminjasafns á Nesi. Og það hefur staðið þarna tómt frá því, eða fókelt frá því 2007 og sérlega hannað fyrir safnastarf og glæsileg staðsetning. Það þarna friðlýst náttúrusvæði 2, Bakkatjörn og Grótta nálað við hafin og hreint mjög áhugaverður staður fyrir náttúrufræði safnastarf á. En núna, ég sé að ég hef fært þarna inn vitlausa dagsetningu, það var 16. ágúst sem 5 manna starfshópur skilaði ráðherranum greinagerð fýsileika þess fyrir safnið að flytja þarna út. Og í stuttu máli þá niðurstaðan bara mjög jákvæð. Það ekki bara fín staðsetning og að nýta hús sem tómt sem gerir þetta svona hagstæðara líka. Það einnig mjög forvitnilegir samstarfsmöguleikar við meðal annars Þjóðminjasafnið og þið sjáið þarna Nesstofuna og hún tengist líka efni þessa erindis. Þarna fyrsti bústaður landlæknisembættisins á Íslandi 1760 eitthvað ef mann rétt. Og það hægt að ráðast í þessar framkvæmdir strax, þar að segja að gera húsið hæft fyrir starfsemi á 2 árum, 26 mánuðum. Og ég segi bara það ekkert neinu að bíða. En yrkjaarkitektar, þeir hafa verið verðlaunaðir fyrir þetta glæsilega hús og til vinstri sjáið þið bygginguna eins og hún í dag. Efri hæðin, þetta 1360 fermetrar og svo efri 930 og svo neðri 430 og sem sagt sér hannað fyrir safnastarf. Það þarf að laga þetta svona aðeins að þörfum náttúruminjasafnsins, en eitt af þeim atriðum sem gera þetta mjög fýsilegan kost að það eru mjög vænlegir stækkunarmöguleikar, því að 1360 fermetrar svona fulllítið fyrir fullbúna starfsemi höfuðsafnsins, sérstaklega vegna þess að sýningarými, það svona í smærra lagi, það 250 fermetrar og það þessi stóri salur sem við sjáum á efri hæðinni, en það eru möguleikar að nýta líka neðri hæðina undir sýningarstarf og svo þetta vonandi með stækkun einhvern tímann í nánustu framtíð. En sem sagt veirur og þetta húsnæði, það eru hugmyndir sem hafa verið reifaðar nú þegar og málið farið af stað. Eins og ég segi, þetta snar þáttur á náttúrunni og í hæsta máta eðlilegt fyrir náttúruminjasafni eða náttúruvísindasafni, eins og ráðherrann sagði, mjög skemmtilega, að fást við þennan hluta náttúrunnar. Öll náttúran undir í sýningahaldinu og starfseminni hjá okkur og sem fræðslu og menntastofnun þá það bara okkar ánægja og skylda að upplýsa og fræða þjóðina og gesti landsins veirur eins og annað í náttúrunni og styðjast við það nýjasta sem að gerast í náttúruvísindunum, og þar höfum við heldur betur sterk aðila hér á landi. Það náttúrulega tilraunastöðin í meinafræði á Háskólans á Keldum. Það íslensk erfðagreining sem ásamt Amgen móðurfélaginu leiðandi á heimsvísu í sameindalíffræði og þar með talið í rannsóknum á kórónuveirunum og veirunni, þessari nýjustu, og
við höfum sem sagt hafið viðræður, átt góðan fund með Kára og upplýsingafulltrúanum Kristínu Þóru og Agnari Helgasyni stofnarðafræðingi mögulegt samstarf við Náttúruminjasafnið sýningaratriði sem snýst veirur almennt og kórónuveiruna sérstaklega með svona sér íslenska áherslu og ég ætla ekki að fjölyrða meira það en það eru ýmsir aðrir skemmtilega möguleikar sem væri gaman að vinna með íslenskri erfðagreiningu á sviði sameindalíffræðinnar og svo þakka ég bara fyrir. Ég þakka Hilmari kærlega fyrir. Stórkostlega spennandi að fá aðeins innsýn í veirufræðina í kringum þetta og ekki síst að fá að heyra svona áformin vegna þess að við náttúrulega óskum Náttúruminjasafninu, Náttúruvísindasafninu kannski, að síns besta og vonum virkilega að þetta verða veruleika út á Nesi. Og fyrir hönd Þjóðminjasafnsins að hlökkum við þetta til samstarfsins í tengslu við Nesstofu því við erum alltaf að sjá það betur og betur hvað það er spennandi að flétta saman starfsemi þessara 3 höfuðsafna. Það er búin að vera nokkur athugasemdir sem hafa komið inn á spjallþráðinn og ég vil sérstaklega kalla fram sem kemur frá Minjasafni Austurlands og menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs sem hefur einmitt spennandi verkefni á sínu snæri þar sem Austurland á tímum kórónuveirunar þar sem að ljósmyndarinn Tara Tjörvadóttir myndaði daglegt líf í fjórðungnum. Skemmtilegt innlegg í þessu umræðu. Bara til hamingju með það. Sendum austur kveðjur. En nú ætlum við að gefa orðið laust og Guðbrandur ætlaði að hefja umræðina. Guðbrandur, ert þú á línunni? Ég veit hann í sóttkví, þannig að það er spurning hvort að hann sé nægilega vel nettengdur. Engin viðbrögð? En ekki á listanum. Ég veit hann er nefnilega ekki vel nettengdur. En þá höldum við bara áfram. Haraldur, ert þú á línunni? Þú varst líka búin að biðja um orðið. Minjasafninu á Akureyri. Já, sælublessuð, heyrið í mér. Já, við heyrum í þér, Haraldur. Gjörðu svo vel, orðið er þitt. Takk fyrir. Við erum í mynd og gaman að vera með ykkur á þessum haustvorfundi eins og ég sá að stóð á glærinn hans Hilmars. Þannig að sjá hvort ég að deila með ykkur glæru sem ég er með. Það gengur. Það gengur. Já. Svona. Já, gaman að vera með ykkur. Það þessi veira hefur auðvitað sett mark sitt á starf okkar eins og alls þjóðfélagsins og allra safna og ekki síst það sem að við þurftum nú að skella í lás eins og allir aðrir og þá kom líka berlega í ljós bæði styrkleikar og veikleikar í starfinu hjá okkur. Og þetta ár eins og kom fram áðan sem að stendur nú í að verða metár að öllu leyti í aðsókn, það leit út fyrir að verða metár og við vorum bara mjög spennt fyrir árinu eins og allir aðrir væntanlega. 2020 hljómaði svo einstaklega vel í janúar en er nú líklega lengsta ár Íslandssögunnar, sýnist mér. Við vorum svo heppin að vera búin að undirbúa þetta ár sérstaklega vel að við ætluðum að vera sérstaklega mikið á tánum varðandi innrastarfið og vorum í janúar og febrúar á námskeiðum í skráningu og forvörslu og svo skelltum við okkur til Hollands til þess að fyllast eldmóði og krafti og fá hugmyndir sem við myndum nýta í okkar safnastarf og vorum satt best að segja nýkomin heim þegar við fengum eiginlega þetta blessaða kóf á hælana. Og svo kom COVID og COVID kom með alveg glænýjar áskoranir fyrir okkur, bæði fyrir varðandi miðlunarstarf en ekki síst fyrir starfsfólkið og við skiptum okkur upp í 3 teymi til þess að reyna að halda starfinu gangandi.
Myndin sem við sjáum nú hérna á skjánum er mynd af nonnahúsi. Ég var nú hugsað til þess að ég horfa á þessa mynd að talan 54A geti þess vegna verið sko númerið á fjárhagsáætlun eða sviðsmyndunum sem ég er búin að gera þetta árið. En þetta er sem sagt hurðin á nonnahúsi og þarna er akkurat merkimiðin sem kom frá safnaráði að okkur bæri að loka söfnunum þegar samkomubannið skellur á. Og ég mundi akkurat eftir því þegar ég stóð þarna fyrir framan að þetta var ekki alveg fordæmalaust, af því að það orð hefur nú ekki komið fyrir ennþá á þessum fundi. Heldur var það þannig að svona upp úr 1868 þá var þessi húsi akkurat lokað í sóttvarnaskyni. Þá lokaði þáverandi amtmaður nonna fjölskyldu nonna inn í þessu húsi af því að þau út af meintum að þau væru sem sagt sýkt. Þannig að við skelltum í lás og skiptum okkur upp í teymi og pössuðum upp á það að það samfélagslega verkefni sem við vorum í með annarri stofnun að sá sem að kom í gegnum það verkefni að hann væri nú hluta ákveðnu teymi og kæmist inn á sínum tíma. En það sem að við rákum okkur á er að fólk spurði okkur en voruð búin að loka og hvað ætliði nú eiginlega að gera. Og skiljanlega þá veit fólk ekki hvað gerist á bak við tjöldin eða bak við luktardyr hjá okkur og heldur nú stundum að við setjumst nú bara með gripunum beint í hilluna sem við gerum auðvitað ekki. En við einmitt vorum svo heppin að vildi bara svo vel til að við höfum fengið góðan styrk frá safnaráði að fara í skráningarátak sem að heitir hvernig borðum maður fíl af því að það er nú dálítið verkefni að skrá inn 3 milljónir ljósmynda og 40.000 gripi sem að þurfa að fá fullnaða skráningu. Þetta er kannski að endurskýra verkefni hvernig borðum maður fíl í COVID en við vorum svo heppin að vera með þetta verkefni fyrir dyrum en við vildum líka halda miðluninni áfram og það var mikil áhugi og mikil þrýstingur jákvæði þrýstingur frá okkar eigundurum að við svona léttum samfélaginu líka lundina, við værum sýnilega og fólk geti komið til okkar án þess að koma inn fyrir hússins dyr. Þannig að við fórum svolítið að skoða að nýta til dæmis nýskráningarnar til þess að miðla bara beint áfram. Þannig að þetta var svona skráning í rauntíma stundum. En við fórum líka að nýta allt það efni sem við vorum búin að skrá og einmitt notuðum þá þetta millimerki safnið í sófann af því að það var ekki bara sett mikil kraftur í innra starfa, líka settur kraftur í sem sagt miðlun, rafræna miðlunina sem við höfum kannski svona sinnt með annarri hendinni. Nú höfum við báðar hendur til þess að sinna þessu og fórum í það bæði að vera mjög virk á samfélagsmiðlum. Instagram síða safnsins hafa nú verið lítið notuð en þar fórum við inn og notuðum það mjög markvisst. Við fórum að setja sýningar sem við áttum og byggum til nýja sýningu til þess að setja inn á heimasíðunar okkar og miðluðum þeim áfram. Við vorum nýbúin að vera með greiningarsýningu sem við færðum einfallega yfir á heimasíðun okkar og fengum áfram mjög góð viðbrögð við henni og fengum fullt af nýjum upplýsingum í gegnum þá sýningu. En það var líka til ákveðið samtal sem að því við erum alltaf að tala um þetta samfélagslega samtal og það er sannarlega til staðar en það fer ekki bara fram á gólfinu því að þarna allt í einu hófst mjög virt samtal varandi ljósmyndirnar okkar og líka varandi gripina. Fólk hefur líka áhuga á gripunum. Leið og þetta við fórum að miðla þessu á Facebook og Instagram að þá fór fólk að spjalla um þetta og fór að veita okkur upplýsingar sem við höfum ekki fyrir og leiðrétta upplýsingar sem við töldum að væru réttar, þannig að þetta var mjög, mjög mikilvægt. Nú svo rófaði til og allar dyr opnuðust en við pössuðum samt sem áður upp á það að halda dampi, að halda áfram. Það kom svo mikil kraftur í innra-starfið að við vildum ekki missa það niður og við lögðum mikið upp úr því að halda því áfram.
og héldum í raun og veru áfram svona ákveðni teymisskiptingu. Við vorum að grínast með það í upphafi kófsins að skipta okkur í ekki máli hversu langt það yrði. Verkefnin var alveg næg, örugglega verkefnastaðan var góð fyrir næstu 2 ár, þó við þyrftum ekki að miðla ef við værum með lokað fyrir gesti áfram. Ja, staðan er því miður býsna góð hérna í verkefnastöðinni í innra starfinu. En við fundum rosa mikið fyrir því að fyrir auknum áhuga. Það var mikill og aukin áhugi á ekki bara því sem voru að miðla, heldur líka á starfi safnsins. Þannig að við fengum fjölmargar fyrirspurnir og ýmislegt sem okkur varðaði. Við vorum allt í einu komin inn í sem við gerum ekki að verðmeta hluti og annað var í erfðamálum. En svo ráfaði til og það skipti okkur náttúrulega langmestu leyti leið og þessi 2 metra regla var valkvæð. Þá gátum við fara að setja viðburðarstarfið okkar að stað sem hafði legið í dvala og það hökti svona stað. Við höfum óttast að pínulítið að fræðslustarfið okkar yrði kannski lamað áfram og að kennarar myndu kjósa að klára sín verkefni bara innan veggja skólans, en það var alls ekki. Það var bara sami áhugi og venjulega og kannski allir þakkláttir einmitt að komast úr einangrun í heimsóknir á söfnin. Aðsóknin fór líka vel af stað. Það var góð aðsókn heimafólks og Íslendinga og við pössuðum líka upp á að halda virkninni áfram á samfélagsmiðlunum. En þetta fór svona stað svona hér bil. Því að það var einn hluti starfsins sem hefur verið nánast óvirkur og það ferðaþjónustu hluti safnsins. Safnið hefur verið mikill í ferðaþjónustu síðustu árin og sá hluti hefur verið vaxandi og í raun og veru hefur starfsmannafjöldi safnsins dregið saman þegar kemur að grunnstörfum en vaxið þegar kemur að ferðaþjónustu. Og það er svona þessi krafa sértekju sem við væntanlega hafið öll fundið fyrir en við sáum fljótlega að stór hluti af okkar farþegum sem kemur í gegnum farþegaskip eða skemmtiferðaskipin, að það var nokkuð ljóst að sá hluti myndi ekki skila sér í sumar. Þó í sínum bjartsýnna eðlisfari þá fannst mér mjög ólíklegt að fólk myndi kjósa sér þennan ferðamáta í sumar sem var reyndin, þannig að það kom ekkert skip hingað norður og í staðin fyrir að vera með kannski 200 hópa yfir sumarið þá fengum við 2. Þannig að þetta hefur gríðarleg áhrif. Og við sem safn erum beinlínis orðin hluti innviða sveitarfélagana sem að safninu standa. Þannig að það er litið á okkur sem mikilvægan hlut í ferðaþjónustunni. Þannig að við finnum gríðarlega fyrir því leið og það verður að sá hluti stendur illa. Og af því að Margrét var að tala að stóru söfnum fyrir sunnan, að þetta væri svona 20% sem að tekjur af ferðaþjónustunni standa undir starfi safnsins, að þá höfum við nú ekki reiknað þetta beint út, en með við svona í fljótheitum að þá erum við ekki undir 20% og jafnvel upp í 30% ef við tökum með alla sölu sem tengist ferðaþjónustunni. Ofan í þetta kom náttúrulega þegar leið og aftur var sett á samgöngu takmarkanir, þó hafi ekki verið bann, að þá erum við með þannig húsnæði og þar skiptir einmitt húsnæði máli eins og Hilmar var að tala og þá erum við með húsnæði þar sem við gátum ekki boðið upp á fleiri en kannski 4 í einu eins og í Nonnahúsi eða Leikvangahúsinu eða Davíðshúsi og takmarkanir á ferð Laufás líka. Þannig að það skipti okkur miklu máli að muna svolítið hvort þú getur tekið á móti 4 eða 40 en hins vegar voru allir á tánum og við erum orðin svo vön þessu ástandi að gestirnir settu það ekkert fyrir sig að bíða fyrir utan áður við komust inn og voru bara þakkláttir fyrir að það væri opið og okkur fannst mjög mikilvægt þrátt fyrir að ef við horfum nú bara kalt á einhverjar tölur að þá hefði verið auðveldara að loka heldur en halda opnu. En
við lítum á að þetta hafi verið bara mjög mikilvæg samfélagsleg þjónusta að halda öllum okkar sýningarstöðum opnum. Svo komum við út úr þessu kófi einhvern veginn og vissulega hefur orðið aukning og mikil aukning í komu Íslendinga í sumar. Það ferðuðust allir sannarlega innanlands og svona að ég veit að söfnin fyrir sunnan eru sérstaklega höfuðborgarsvæðinu svona kannski nutu þess ekki í jafn ríkum mæli og við út á landi að þá auðvitað þannig að fólki á höfuðborgarsvæðinu er komið heim þannig að mér finnst nú ekkert ólíklegt að það muni skila sér áfram og í ríkara mæli inn á söfni núna heldur en áður sko. Og það er eins fyrir okkur hér að það er sko sannarlega tækifæri fyrir okkur að ná til okkar heimafólkinu. 230% fleiri Íslendingar í sumar, það er rosa há tala en staðreyndin er hins vegar sú að við fáum 90% færri erlenda gesti í sumar heldur en áður og þeir hafa að megin hluta verið okkar gestir síðustu 5-6 árin. Sá hluti gestafjöldans hefur vaxið gríðarlega hratt, eða ekki kannski hratt en vaxið gríðarlega og er farið að standa undir sífellt meira af tekjum safnsins. Og svona mörgu leyti erum við kannski fókuseruð á erlendu gestina þó þið séu mikilvægir og sömu leyti höfum við mist fókus af okkar heimafólki. Ef við sinnum því ekki þá held ég þá er það mín skoðun að erlendur gestur hefur ekki áhuga að koma á safn sem hefur ekki áhuga á sínu samfélagi. Þetta hefur auðvitað rekstrarlega áhrif. Það er eins og ég er búin að segja þá erum við kannski orðin háð tekjum af ferðamönnum og grunnstarfi farið að hvíla svolítið á þessari óvissu innkomu. Og sumu leyti er þetta kannski ekkit ósvipað eins og gerist þarna það leyti sem ég var að taka við 2008 var því svokallaða hrun og þá komum við ljósa að það voru söfn sem höfðu notið ríkulegra styrkja úr einkageiranum sem að þetta hafi veruleg áhrif að missa þá styrki og við þurfum aðeins að svona hugsa að hve miklu leyti við eigum að treysta á þessar tekjur úr ferðaþjónustun til þess að standa undir grunnstarfinu því að það var grunnstarfið hjá okkur sem að í raun og veru kemur betur út 2020 heldur en nokkuð tíma fyrr. Við höfum náð að vinna upp margra ára verkefni í skráningum. Við höfum náð að vinna upp til dæmis fjölmargar athugasemdir og ábendingar sem við fengið gegnum sarp.is. Við höfum aukið stafræna miðlun og við höfum ekkert áhuga á að reyna að fara til bak við, þurfum að halda dampi þar. Safnfræðslan sýndi sig að segi ég sem gamall safnfræðslu fulltrúi að hjartað í safninu og hún er áfram vinsæl og fólk ekki hrætt við að nýta sér hana þó að börn séu undanþegin þessum 2 metra reglu og eða 1 metris reglu eins og þetta núna þá megum við ekki gleyma því að það er starfsfólk sem fylgir skólanum og sem betur fyrir kennararnir óhrættir við að nýta sér þessa starfsemi. Starfsfólkið, við fengum dálítið meiri fókus á innrastarfið og fundum allt í einu meiri tilgang að við værum ekki bara í ferðaþjónustu eins og okkur fannst við vera orðin svolítið að þarna fengum við meiri fókus á innrastarfið, við vorum að gera einhver sem skiptir máli til framtíðar og svo náttúrulega eins og kemur að því þetta tengist nú allt saman stafrænu miðlunina að það verður engin stafræn miðlun ef við höfum enga að miðla og miðlunin byggir auðvitað á grunnstarfin okkar og ef við getum ekki sinnt því þá getum við ekkert verið að miðla neinu að nema einhverju yfirborðskenndu. Samfélagslegt hlutverkið eins og ég kom að það við fundum fyrir miklu meiri áhuga og það hefur líka sýnt sig að við höfum sjaldan fengið jafn margar ábendingar gripi eða boðum gjafi til dæmis með ljósmyndir og annað og það er mjög nauðsynlegt fyrir okkur. Við sjáum það til dæmis
að við tókum nú við stóru leikfanga, mörgum stóru leikfangasafni að sýningum. Leiðum við fórum að miðla á henni og vekja athygli á þeirri sýningu að þá allt í einu fórum við að fá boðum leikföng sem við höfum bara sjaldnast fengið og fólk fór svona að bæði að veita okkur aðgang að því eða aðgang að upplýsingum gripi sem við vorum með. Að lokum að þá langar mig að vekja athygli á því að þegar að safnaráð fór að skoða þau úrræði sem voru í boði, að þá kom nú í ljós að söfn eru sett undir sama hatt og svona góðgerðarstofnanir, ekki til dæmis menntastofnun eða bara ferðaþjónustu fyrirtæki sem við þó höfum nú kannski verið vaxandi í. En það kemur náttúrulega í ljós að öll þau úrræði sem eru í boði að söfn geta ekki nýtt þau. Og meiri segja þegar við fórum svona að skoða þá möguleika hreinlega að leita aðstoðar hjá bönkum, að fá hreinlega bara yfirdrátt, að það var nú ekki einfalt mál af því að það líta allir á að við eigum að fá, og kannski er það líka bara rétt, að við eigum að fá okkar stuðning frá okkar eigundum. Það svona írónist í því að okkur séu allar bjargir bannaðar þegar kemur að þessum opinberu úrræðum, að við getum nýtt okkur starfsfólk, ef við gætum fengið starfsfólk af atvinnuleysisskrá. Það er svolítið skrítið að banna okkur að fá stuðning, en við getum ef við þyrftum að segja fólki, þá gætum við endurráðið það af atvinnuleysisskrá. Og það finnst mér dálítið skrítið, að meðan við þyrftum að fá stuðningin og gætum haldið fólki og haldið þeirri sérþekkingi sem innan raða safnanna, haldið því innan veggja safnsins, að þá er mjög skrítið að missa það út, en hugsanlega hafa samband við það í gegnum Vinnumálastofnun. Og það er svona eitthvað sem mér finnst að við þurfum aðeins að svona hugsa og ræða. Af hverju erum við sett undir þennan hatt? Ég vonaði að við hirti mér og skilið einhvað sem ég sagði, en ég hlakka til að hlusta á okkur og heyra umræðuna. Já, þakka þér fyrir Haraldur. Þú náður að kjarna þetta mjög vel. Fyrirgefðu, þakka kærlega fyrir Haraldur. Þú hefur náð að kjarna þetta sem við höfum verið að hugsa og eru í umræðinu varðandi þetta innra starf og hvernig við höfum verið að leitast við að teygja okkur til almennings á þessum tíma þegar söfnin voru lokuð og eins þegar það hafa verið þessar takmarkanir og áhrifin á reksturinn og eins þessi úrræði stjórnvalda. Við heyrðum það þegar við fórum yfir landi í sumar til dæmis að það virðist vera að þau úrræði sem hefur gripið til, fyrir utan náttúrulega þetta ferðinst innanland sem hefur nýst söfnunum greinilega mjög vel á landsbyggðinni og vonandi áfram hér á höfuðborgarsvæðinu líka í vetur þegar við reynum að höfða til landsmanna að heimsækja söfnin og standa með söfnunum í sínu safnastarfi. Við hefum reynt að gera það hér í Þjóðminjasafninu með því að taka upp áskort sem að kosta jafn mikið og einn aðgöngumið til þess að fólk getur svona betur gert það í sínu lífstíl að fara á söfnin og skoða þær sýningar sem eru í gangi á hverjum tíma. Eins er það náttúrulega sumarstörfin sem að nýttu söfnunum og heyrir að hefur víða komið sér vel, en það sem snýr að ferðagjöfinni hefur nýst fáum söfnum og það er kannski fróðlegt að fá að heyra meir í ykkur. Eins náttúrulega hlutabótaleiðin sem virðist ekki hafa nýst söfnum og fleira þannig. Þannig að ég vil gjarnan óska eftir að fá að heyra ykkur sjónarmið um þetta, en er ykkur sem hefur beðið um orðið eða vill biðja um orðið? Ef þið viljið hugsa málið aðeins, þá ætla ég bjóðinni Þóra að koma hérna og gera grein fyrir könnunni, svona líka til þess að inspírera okkur aðeins með því sem að koma út úr henni. Þóra, það verður fróðlegt að heyra hvað kom út úr hverja niðurstöðurnar voru söfnin í skugga COVID-19. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já. Já, akkurat.
Sæl og blessuð aftur. Nú í vikunni var útgefin skýrsla áhrif COVID-19 á safnastarf á Íslandi og ég ætla að kynna hana stuttlega fyrir ykkur. Það er aðeins að ná í skýrsluna að sjá hvort það gangi ekki. Og svo þarf ég að gera eitthvað meira. Er það ekki? Ég bara hérna. Já, er það kannski flókið? Þetta bara... Já, akkurat. Þið finnið hann á vef Safnaráðs og hún er hérna, getið skoðað hana þar. Ég ætla nú að setja bara aftur á þetta kemur kannski ekki alveg nógu vel út, ég held að kemur kannski til hliðar eða eitthvað. En hvað það? Ég fer bara aftur á hitt og þá ger ég kannski svona. Og svona. Já, tókst þetta ekki að mér. Ég held að, segjum við þá. Já, snemma í faraldrinum ræddu við Safnaráð, Félag íslenskra safna og safnmanna og Íslandsdeild ICOM okkur saman að nauðsynlegt væri að kanna stöðuna á söfnun á þessum undarlegu tímum. En við sáum að víða var verið að skoða stöðuna erlendis og það voru gefnar út skýrslur og spurningalistar sendir út. Niðurstaðan að fundarhaldi okkar var þá að standa fyrir könnun meðal safnstjóra viðurkenndra safna og ríkissafna og var sú könnun gerð í maí og júní síðastliðnum. Könnunin var áhrif heimsfaraldurs COVID-19 á safnastarf á Íslandi og var hún jafnframt unnin í samstarfi við höfuðsöfnin 3. Markmiðið var að kalla eftir upplýsingum þær áskoranir sem söfn stóðu skyndilega frammi fyrir og líka kanna líðan starfsfólks. Þá vildi Safnaráð afla upplýsinga rekstur safnanna, afla gagna fyrir ráðið og samstarfsaðila svo unnt væri að finna lausnir og jafnvel auka stuðning við söfn ef að fjárframlag fengist til þess. Auk þess var markmið að veita upplýsingum til viðeigandi hagsmunaaðila, ríkisstofnana og annarra stofnana. 48 söfn svöruðu könnuninni, 43 öllu leyti og 5 að einhverju leyti, en svör allra þáttakanda voru nýtt í könnuninni þar sem svörin bárust. Höfundaskýrslunar eru Guðný Dóra Gestsdóttir, formaður ICOM á Íslandi, Helga Mórin Gylfadóttir, formaður Félags íslenskra safna og safnmanna og svo ég. Að sumu leyti má segja að COVID-19 varpaði ljósi á margt sem við í safnafaginu vorum kannski búin að átta okkur á að væri raunin. Sértekjukrafa er há hjá söfnum í eigu sveitarfélaga og ríkis og það er áhættuþáttur hvað varðar sjálfbærni og sjálfstæði í safnastarfi. Viðkvæm staða sjálfseignarstofnanir sem reiða sig á sjálfsaflafé, nánasta eingöngu. Þau hafa fáa leiðir nú til tekjuöflunar sem dæmi getur ekki nýtt sér lokunarstyrki eða hlutabótaleið eða jafnvel frúarlán. Það er margt sem ég segi sem Haraldur var líka búin að nefna og fleiri hér í dag. Sem sagt, það glögglega sést viðkvæm staða margra safna. Þetta þarf að endurskoða að mati okkar safnafólks. Sjálfsaflafé, það er að segja aðgangseyrir og slíkt, ábara að nota til að sinna auknum verkefnum sem fylgir í raun og veru þessu sjálfsaflafé. Þetta árinu verður svona sjálfbært hvað það varðar. En það á í raun og veru ekki að nota til þess að reka grunnstarfsemi safnsins. Í þessu samhengi má minna á að eigandi safns á að tryggja safninu fjárhagsgrundvöll fyrir eðlilega starfsemi þess. Það kemur fram í skilyrði viðurkenningar safna. Og svo náttúrulega vitum við öll að menningarstarfsemi flest, ekki bara safnastarf, og við erum náttúrulega að tala hér safnastarf,
verður ekki rekið með sjálfsaflafé og það þarf alltaf einhvern stuðning við. Þessar niðurstöður frá fyrr í sumar verður náttúrulega áhugavert að bera saman við raunstöðuna. Aðeins að taka nokkra niðurstöðunum, ekki mikið, bara hvet ykkur til að lesa skýrsluna. 70% safna telja að heildartekjur minnki að minnstakosti 25% og þar að 18% þeirra gera ráð fyrir meira en 50% tekjulækkun. 17% safna, 17 söfn gera ráð fyrir að aðgangseyri lækkum alltaf 50%. Sértekjur náttúrulega það sem mesta höggið verður á og framlag eigenda eða ábyrgðarla mun ekki hækka, sem kannski alveg skiljanlegt í ljósi þess hver staðan alvarleg bara hjá sveitarfélögum víða landa, því að sveitarfélög eru oftast eigandi safnanna, en það samt alvarlegt mál að þetta bil verður ekki brúað og virðist ekki eiga að brúa þessu ári. Það gert, ljóst áhrifanna gætir víða, tekjur af erlendu ferðamönnum sem að jafnan halda upp í sértekjum, mjög margar safna á Íslandi, dróst nær algjörlega saman, en erlendu ferðamenn eru af 92% af gestum safnanna að jafnaði og eins og kom fram í máli Margrétar þjóðminjavarðar, þá 80% gesta þjóðminjasafnsins erlendi ferðamenn. Það eru 92? 62, já. Og þetta tölur frá 39 söfnum, þetta eru líka tölur sem koma fram í árlegri skýrslu viðurkenndra safna. Auk samdráttar á tekjum þurfa söfn að glíma við lokanir, breytingar á áætlunum á starfshögum og jafnvel fækkun starfsfólks. En stundum gerast nú góðir hlutir í erfiðum aðstæðum. Söfn þurftu að finna upp á nýjum aðferðum til að nálgast gestinn. Það má kannski segja að þetta ástand hafi verið algjör vítamínsprauta í stafræna miðlun og kynningu safnanna. Söfn sýndu hugmyndaríkar og faglegar og skemmtilegar aðferðir til þess að halda áfram sínum góða starfi og að mörgu leyti gaf þetta innsýn inn í faglega starfið, það falda starf safna sem grunnstöð faglegs safnastarfs og vonandi mun það bara halda áfram. Og hérna sjáum við nokkur svona dæmi þess hvað safnstjórar skrifuðu í textasvörum, það mjög margt sem kom þar fram. Og aðeins farið í það í skýrslunni hvað svona dæmi verkefni sem söfnin fóru í og hvernig við brugðust við ástandinu. En þess má geta já, hér nokkuð mjög skrítið hérna hjá mér, ég ætla að sjá hvað ég ætlaði nú að segja fyrst. Já, þess má geta að seinni auka úthlutun mun fara fram úr safnasjóði og verður hún með svipuðu sniði og síðustu ár, en að auki verður boðið upp á styrkflokk til stafrænar kynningar og miðlunar á söfnum og það verður nú betur kynnt síðar. En sumarið var nú sumstaðar betra en áætlanir gerðu ráð fyrir hvað varðar innlenda gesti, en það var nú stuttur tími og erfiðasti hluti ársins eftir og vísbendingar eins og Margrét kom inn á að það eru vísbendingar að mörg söfn á höfuðborgarsvæðinu hafi ekki fengið innlenda gesti í eins miklu mæli og víða á landsbyggðinni. Það því mikil óvissa framundan og enn sér ekki fyrir endan á áhrifum COVID-19 nú í september 2020, en við áætlum að fylgja þessari könnun eftir veturinn 2020-2021, kannski í byrjun næsta árs, svona að við sjáum kannski einhver ríki hefur aðeins settlast, en eins og það svolítið flókið að segja það, við héldum að ríkið myndi settlast í júní og svo héldum að það myndi gerast í ágúst og
við bara vitum ekkert, við bara áætlun leið og áætlanina verða eða atburðinni gerast. Og það verður nú áhugavert að sjá hvernig næstu misseri leggjast í safnafólk. Við verðum allan orðin mjög sveigjanlega eftir þennan vetur, það ekki hægt að segja annað. En ég vil bara hvetja ykkur að skoða skýrsluna, þið finnið hana á vef Safnaráðs og þið getið svona reynt kannski að spegla ykkur í þessu og það verður gott að hafa þetta í huga svona þegar raunstaðan sjást. En já, og varðandi, ég vil nú kannski nefna varðandi stefnumörkun safnastarf, þá hvet ég ykkur til að svara spurningakönninni, vonandi hafið þið flest fengið og fundið tengil á hana og á fjarskóla kynningu í október þá munum við Jóhanna þá kannski fara aðeins, þá eru komnar svona einhverja niðurstöður frá spurningakönninni og við ætlum að fara aðeins betur í svona nokkur atriði þar. En ég bara þakka fyrir. Þakka kærlega fyrir Þóra og ég vil bara þakka Safnaráð líka kærlega fyrir þetta frumkvæði að gera þessu könnun. Skiptir okkur verulegu máli að fá þessa innsýn og fá þessi svör frá ykkur öllum sem að þarna komi á framfæri upplýsingum. Og þess vegna vona ég að það fleiri taki til máls hérna og bæti við upplýsingum. Ef ekki þá líka möguleiki að senda upplýsingar til okkar á netlistan okkar. Við höfum náttúrulega leitast við að uppfæra alltaf netfangalista allra safnstjóra, þannig ef það ykkur sem ekki á listanum þá endilega koma því á framfæri við okkur hér í Þjóðminjasafninu. Hann Pétur okkar heldur utan útsendingalistan. Orðið laust. Ef ykkur vilja taka til máls. Hér eru staddir það aðeins að fækka, þá komið hádegisverður, en hérna ennþá rúmlega 40, ef taldir eru með gestir sem eru hérna í húsinu, 40-50 gestir. Ykkur hér í salnum sem vilja taka til máls? Ég vil þá kannski nota bara tækifærið og nefna líka það sem snýr að þessu praktiska tengslum við COVID-19. Þá höfum við leitast vega sem mest samtal í tengslu viðbragðsáætlanir og höfum verið í samtali bæði þvert á mörk höfuðsafnanna og menningarstofnana almennt, þar sem við reynt að samræma viðbrögð okkar við viðbragðsáætlanir okkar og eins sent á söfnin þannig og líka lært af ykkur til hvers þurfa að taka tillit í tengslu við viðbragðsáætlanir. Og við höfum sannarlega ekki, eins og einhver góður maður sagði, sóað þessari krísu því að við höfum sannarlega nýtt þetta til nýsköpunar. Never waste a good crisis, eins og einhver sagði. Þannig að það sannarlega verið mikið nýsköpun í gangi í safnastarfi og mikil umræða nýjar leiðir sem að við höfum eftir að sjá að muni hafa áframhaldandi í ákvað áhrif. Ég nefndi það aðeins áðan að við erum að leitast við að ná betur til landsmanna og ég vona að geta byggt á þessum árangri sem varði í sumar. Söfnin sagði mér þegar ég var að fara hringinn í sumar að þetta hefði verið með allra bestu sumurum, þar að segja júlímánuði sérstaklega, þegar landsmenn streymdu landið og ég vona að það verði áfram næsta vetur. Og þar erum við meðal annars að leiða til þess að halda áfram þessu starfi í tengslu við áskortið þar sem við erum að bjóða fólki að koma ítrekkað allt árið út á einn aðgöngumiða. Þannig að gestir geti notið þess að sjá þær sýningar og eins hefur verið gefið hjá okkur öllum í tengslu við samfélagsmiðlana. Og ég er líka mjög þakklátt fyrir það eins og til dæmis hér í Þjóðminjasafninu þegar fólki sem stóð vaktina, eða stendur vaktina hér og tekur á móti framlínu fólki okkar, brást mjög vel við þegar safninu var lokað og sérfræðingar líka út á kjarnasviðunum og útbyggu verkefni sem að vaktfólki okkar tóku virkan þátt í, eins og til dæmis einslátt í Þjóðhátíðarsafni og fleira. Þannig að söfnin hafa líka brugðist við og nýtt tíman vel í þessi snýra innra starfi, skráningu og varðveislu, hreinsun sýninga og fleira sem einmitt kemur fram í könnunni hjá Safnaráði og ýmsa hugmyndavinnu. Ég kem aftur með áskorun, einhverju taki til máls og miðli. Elsa Guðni, ert þú á línunni? Það væri gaman að heyra eins ykkar verkefni ef þú ert á línunni. Minjasafninu á Egilsstöðum. Já, ég hér á línunni, heyriði mér?
Já, við heyrum í þér. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þennan fund og gaman að geta sótt hann með svona auðveldum hætti og vera einmitt við þetta hringborð sem það um allt landið. Við þetta kannski, já, eins og þú segir, Never Waste a Good Crisis, þetta var svona verkefni sem kannski bara svona kom óvart upp í hendurnar á okkur þegar við vorum í þessu, þegar þetta var komið að stað, ég man ekki alveg hvar hugmyndin kviknaði, en það var held ég í kjölfarið á einhverjum af þessum málstofum vefmálstofum sem að Sigurjón og safnafræðin stóðu fyrir, að þá var verið að ræða hvernig við getum safnað heimildum þessa tíma og þá bara stukkum við í þetta, fengum hérna smá styrk frá sveitarfélaginu til að geta byrjað og svo var þetta verkefni hluti af því sem við sóttum í auka úthlutuninni hjá Safnaráði og við bara, Minjasafnið og Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs tóku höndum saman og við auglýstum nú ekki eftir ljósmyndurum en eiginlega svona handvöldum hana Töru sem er hér á svæðinu og hendaði vel í þetta og var til í að koma í þetta með okkur og hún fór svæðið og var að mynda daglegt líf á Austurlandi á tímum kórónuveirunar. Þetta var náttúrulega kannski sumuleyti öðruvísi kannski hér heldur en sumstaðar annars staðar. Við vorum ekki með mörg smit en að sjálfsögðu var skólastarf skert og alls konar, já, þetta sást mjög vel á samfélaginu, það var ekki allt alveg eins og vanalega og þetta núna í haust erum við að fara í það væntanlega vinna úr þessu öllu saman það framundan að setja upp sýningu sem verður vonandi opnuð núna í haust en eins og allt annað þá eru áætlanir síbreytilegar en við stefndum á það að opna ljósmyndasýningu í haust og þá heldum við náttúrulega allt yrði bara búið og með eðlilegum hætti og svoleiðis en það sem stefnan og ef til vill líka miðla sig eitthvað með rafrænum hætti af því að við höfum náttúrulega séð það eins og fleiri hvað þessi stafræna miðlun hefur bara jafnað aðgengi íbúa alls staðar á landinu að menningarstofnunum og safnkostinum sem við erum að geyma hérna út allt land og síðan stefnan að þær verði varðveittar hér á ljósmyndasafni Austurlands sem að við stöndum að ásamt héraðsskjalasafni Austfirðinga þannig að þær verði varðveittar þar sem heimildir þessa skrýtnu tíma og við bara erum mjög spennt að hefja taka þessa vinnu upp aftur núna hvernig, annars ef við skoðum hvernig þetta búið að vera sumarið og þessi tími hjá okkur og þá tek ég undir það með Haraldi að við náttúrulega og fleirum að við höfum aldrei séð jafn marga Íslendinga en að samanskapi aldrei jafn fáa útlendinga og það var bara mjög gaman að sjá alla þessa Íslendinga og sjá hvað við fengum marga barnafjölskyldur. Það var gaman að sjá að íslenskar barnafjölskyldur sáu safnið sem afþreyingar möguleika og við vorum líka búin aðeins að bregðast við því með því að efla miðlun til barna, setja upp smá barnahorn og reyna að hafa eitthvað í boði fyrir þau á meðan foreldrarnir kannski þau getur sökt sér aðeins dýpra ofan í sýningarnar hjá okkur þannig að það gafst vel en við vissulega fengum færri gesti þegar á heildina litið en samt var það jákvætt hvað að Íslendingarnir voru greinilega uppgöttu á söfnin. Þannig að já, þetta er það sem að helst er hjá okkur má segja. Takk að kærlega fyrir fróðlegt að heyra og verður spennandi að fylgjast með framhaldinu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Eru listasöfn sem eru á línunni sem vilja gjarna segja frá sinni hlið á málinu? Hvað segir þú Andri í Skógarsafni? Hvað er að frétta hjá þér? Ert þú á línunni? Sæl, já. Sæl. Takk fyrir góðan fund. Já, við segjum nú allt gott bara með allt sem í gangi. En já, Haraldur fór nú nokkuð vel yfir þetta, hvernig þetta dundi yfir okkur öll. Og það sem við fórum að gera var að
reyna að ná til okkar nær samfélags og ná inn Íslendingum hvetja áhuga hjá þeim að koma á safnið og sem sagt komum fram með þennan fjölskyldumiða sem að töluvert ódýrari, við höfum ekki verið að bjóða upp að sérstakann fjölskyldumiða áður og sem sagt þá erum við líka að bjóða upp á ratleik fyrir börn. Og síðan tókum við upp á því að nýta sem sagt ferðagjöfina og það virkaði bara býsna vel. Byrjuðum á því miðjan júlímánuð og fólk bara svona eiginlega farið að kvarta fram að því að það gat ekki nýtt ferðagjöfina hjá okkur. En það var mikill hvati fyrir fólk að koma og nýta sér þessa þjónustu sem í boði. Og einmitt þá höfum við náttúrulega verið það lánsum að hingað hafa borist komið margir gestir frá undanfarnum árum og við höfum getað farið í mikla framkvæmdir, bæði viðhaldsframkvæmdir og stækkunarframkvæmdir. Við sem sagt vorum að byggja nýja móttöku við Byggðasafnið og það var svona kannski gert eins og kannski fleiri gerðu ráð fyrir að sem sagt þessi ferðamannastraumur myndi bara aukast en svo var nú kannski ekki alveg raunin. Þannig að við erum kannski dálítið að súpa sig í það núna. En það sem að við náttúrulega höfum verið að gera, við fengum góða styrki úr safnasjóði og sem sagt til að taka til í geymslum safnsins, endurskipuleggja þær og við höfum sett aukinn kraft í það og síðan einmitt þessi sem sagt þessi auka úthlutun sem við nýtum í sem sagt miðlun á handverki í safninu. Þannig að þetta sem sagt við höfum nýtt tíman í þessi verkefni á meðan ekki mikið gesti. En við höfum líka fundið fyrir því að fólk hefur verið að tæma geymslur hjá sér og okkur hefur borist mikið af gripum sem náttúrulega mjög ánægjulegt og við fundum einmitt líka bara fyrir þessum aukna áhuga á safnastarfi og sem sagt það komu núna til okkar 300% fleiri Íslendingar en hefur verið áður og sem var náttúrulega mjög ánægjulegt og einmitt eins og Haraldur kom áðan að við erum búin að gera nokkuð margar fjárhagsáætlanir fyrir okkar safn sem alltaf að breytast en eins og ég segi þá fór sumarið aðeins betur en ég átti von á og þannig að þetta það var sem sagt fór aðeins betur en ég átti von á og einmitt þá erum við bara núna að reyna að þreyja þorrann og sjá svona hvað við getum gert. Takk Andri. Takk Andri, það var áhugavert að heyra að þið hafa getað nýtt ferðagjöfina. Ég heyrði sums staðar á landinu að það hefði gefist ágætlega á nokkrum stöðum en flestir hefur verið búnir að nota hana þegar það er komið aðeins lengur út á land. Það er fróðlegt að heyra að fleiri ætti eiginlega búið til nýja ferðagjöf sem gildir í öllum landsfjórðungum. En líka bara gaman að heyra af þessu starfi þar sem er verið að ná betri tengingu við nærsamfélagið og fjölskyldufólkið. Áhugavert, bara gangi ykkur vel með þetta. En mér langar svo að heyra í listasöfnunum. Ég sé að Helga Þórsifna biður orðið og það er spurning hvort Ágústa eða Ólíf sé líka á línunni. Helga, gjörðu svo vel. Já, takk. Heyrist í mér? Já, heyrist í þér. Það er flott, hæ. Já, það sem ég ætlaði að segja er að við hérna í Reykjanesbæ
við hefum nú kannski ekki notið ferðamanna eins og mörg önnur söfn út á landi og sérstaklega listasafnið sem kannski í sömu stöðu og listasafn Árnesinga. Það að segja okkar aðalgestir eru Íslendingar. Það sem skeði í sumar hérna hjá okkur að bæjarstjórn hérna ákvað að það yrði ókeypis í söfnin hérna í Reykjanesbæ og við fengum 20% aukningu alla mánuðinni í sumar af gestum og núna náttúrulega allt saman Íslendingar og þetta var 90% aukning af gestum, íslenskum gestum í Duushús í sumar. Og þetta var til þess að við Eiríkur, hérna kollegi minn í Byggðasafninu, við höfum notað tímann til þess að sýna fram á okkar virði fyrir bæjarfélagið, bæði fyrir nærsamfélagið, en líka fyrir það, sýna fram á það að við erum ákveðin segull hérna. Og ég held svei með þá að bæjarfulltrúar séu bara uppgöt okkur hérna í Duushúsum og það gleður okkur alveg óskaplega. Nú í framhaldi af því þá höfum við farið í endurskipulagningu á Duushúsum og núna höfum við aukið fermetrafjölda undir samtímalist 400 í landinu og það nú alveg bara ágætis fréttir og hérna ef einhver á tengslanetinni Viðsjá þá auglýsi ég eftir Viðsjá hérna í heimsókn. En já, mér langaði bara að segja frá því að við höfum á tilfinningunni að við fáum meiri samúð frá nærsamfélaginu og að fólk hérna í kringum okkur gerir sér betur grein fyrir okkar virði. Bara fyrir samfélagið allt en líka fyrir ferðamennsku. Já, það er það sem ég vildi segja. Takk fyrir, mjög ánægilegt að heyra þetta. Það er nefnilega alls konar sóknarfæri og líka gott að þið komið aðeins inn á þessa innspýtingu sem kom í safnasjóð sem skipti þetta máli fyrir safnastarfið. Þannig það eru margar jákvæðar hliðar á stöðunni. Fleiri sem vil taka til máls er Ágústa Kristófers á línunni eða Ólöf Kristín eða frá náttúruminjasöfnunum, eitthvað sem vil taka til máls. Það langar mér svona rétt aðeins á meðan að kannski ykkur að mynda sig að leggja orði í belg að bara þakka fyrir þetta samstarf sem hefur verið því ég held að það skipti verulegu máli fyrir okkur í söfnunum að við séum duglegir svona að vísa hvert á annað og það var þess vegna sem að við vildum líka fara í þetta átak samferða á söfnin þannig ég held að segja mjög mikilvægt að við séum við myndum nokkuð skonar atleikun landi þar sem við hvetjum fólk til þess að fara á næsta safn og áfram. Þannig að við getum svona saman sýnt fram á þetta auðuga safnastarf sem er í landi og ég hef heyrt á mörgum landsmönnum sem maður hefur heyrt í undanfarið sem eru að uppgötva söfnin að svona koma mörgum óvart hvað það er fjölbreytt safnastarf á landinu og hvert safn bætir annað upp. En ég held að það væri gríðarlega mikilvægt svona leiðarljós svona inn í næsta ár á þessum tíma að við stillum sem best saman strengi, finnum lausnir sameiginlega, kynnumst söfnunum sem við höfum einmitt fengið sérstakt tækifæri til að gera með því að geta fylgst með samfélagsmiðlunum sem hafa verið sérlega líflegir og þannig kynnast innviðum og innra starfi samstarfssafnun okkar á hverju sviði. Þannig ég held að það séu spennandi tíma framundan þar sem við getum tekið höndum saman enn betur heldur hefur gert og eins og komum við hérna inn á áðan þá ríkari samkennd við tilheyrum sama sviði og erum að dansa sama sviði, við erum við sama hringborð landið og vonandi verður unnt að takast á við þær áskoranir sem lúta rekstrinum en ekki síður að finna nýja leiðir til þess að efla safnastarf og ná betur til landsmanna og gesta þeirra. Já, Haraldur kemur hérna með góða hugmynd vegabréfasöfnin. Ég held að það sé bara mjög skemmtileg hugmynd og við vorum aðeins búin að hugsa það í tengslu við einmitt kynningarátakið að það einhvers konar klippikort, það er að tala klippikort á hótelin, okkur ekki á söfnin, þannig að við getum fara að gera svona eins og Finnarnir sem eru með músea og karta, þar sem að eitt kort gildir inn á öll söfn. Þannig að þetta geti orðið til þess að svoleiðis hugmyndir færu að komast svona á betri skrið, þar sem við getum tekið höndum saman á landsbyggðinni allri og með öll söfn á hvaða sviði sem þau starfa. Enda skarast allt. Fleiri sem vilja leggja orðið í belg eða senda á þráðinn.
við allavega höldum áfram þessar umræðu á fjarskólanum sem í næsta mánuði. Ef það ekki fleiri sem að taka til máls, þá held ég að við slítum fundi núna. Ég vil bara þakka öllum hér sem fluttu erindi fyrir þeirra frábæra innlegg og við höfum fengið vonandi góða yfirsýn yfir stöðuna í safnageiranum, bæði í tengslu við samræmda safnastefnu, höfuðsafnana og safnaráðs, það sem snýr að þarfagreiningu í tengslu við arftaka safns 3 og þetta spennandi að fylgjast með safnastefnu listasafnsins og þar fyrir utan að sjálfsögðu áhrif koronaveirunar sem að við höfum nú fundið í dag að felur í síðan áskorunum en líka gríðarlega mörg spennandi tækifæri sem hafa auðgað safnastarfi á landinu, bæði í þágu innra starf en ekki síður almennings og fjölskyldna og við munum halda ótrúlega áfram inn í veturinn og leita leiða til þess að ná til fólks sem best og gera okkar til þess að hvetja landsmenn og vera hvetjandi inn í samfélagið á þessum tímum. Ég held að það skipti sjaldan meira máli en einmitt núna að við séum hvetjandi því að það þarf að auka mannlíf og hafa jákvæð áhrif á stemninguna í samfélaginu og þar getum við gegnt mikilvæg hlutverki eins og bæði OECD, ICOM og fleiri hafa bent á að þessi hlutverk safna meðal annars. Og eins hlakkaði til allra faglegrar umræðu það sem snýr að bæði safnkostinum, varðveislunni, rannsóknum, samstarfi við háskólana, samstarfi við sístustofnanir, aðrar menningarstofnanir, ferðaþjónustugeirann og okkur innbyrðis miðlun og menntun til almennings á öllum aldri. Ég vil þakka safnstjórum höfuðsafnanna, Hörpu og Hilmari fyrir mjög skemmtilega samvinnu undirbúning fundarins. Og svo síðast en ekki síst vil ég þakka þeim sem hafa komið hérna í hús og verið með okkur, ráðherra sem tók til máls og lagði inn hérna með hvetjandi orð og svo að lokum auðvitað Pétri sem búin að sjá til þess að allt virki og skili sér til ykkar. Og ég hlakka til að sjá okkur næst og við verðum duglega að hittast bæði við hringborðið á Teams en líka í persónu þar sem að tækifærin gefast. Gangi ykkur sem allra best og sendi okkur endilega ef eitthvað kemur upp í hugan og sendið línu á netfangalistan okkar. Takk kærlega fyrir öll og gangi ykkur vel í vetur. Bless, bless.